Já, velkomin í þáttinn Synir Egils hér á sunnudagsmorgni. Nú bara einn sonur Egils því að Sigurjón bróðir minn, hann á Spáni að spila golf og við leyfum honum það. En við höldum okkar striki. Hérna seinna í þættinum að þá koma frambjóðendur til biskups hingað. Það eru 3 í kjöri og það verið að kjósa. Það eru skils mér hátt í 4.000 mann sem hafa kosningarétt í þessu kosningum. Fólk í sóknarnefndum hér og þar landið, vígðir menn og djáknar. Ég held að loki kjörstöðum eða þetta afræn kosningarindar í hádeginu og þriðjudaginn. Ef að einhver nær 50% atkvæði þá verður við komandi biskup. Ef ekki að þá verður framhald kosið milli tveggja efstu. Svona hafa þetta í kirkjunni. Margir vilja hafa þetta svona í lýðveldinu en þannig það ekki. Við kjósum forseta kannski með 30% atkvæða 1. júní kemur í ljós. En þetta eru stór tíðindarík vika sem að við erum að klára hér og til þess að ræða allar þær sviptingar hingað komin góður hópur af fólki. Hér Sanna Magdalena Mörtudóttir sem borgarfulltrúi, Þórður Gunnarsson hagfræðingur, Helga Vala Helgadóttir lögmaður og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir þingkona. Herðu, það í gær var kannski fundur sjálfstæðismanna hér í þar næsta húsi. Já, Hilton. Með Hotel Esju, eins og hér í Kanada. Akkurat. Þú varst þar? Ég mætti, já. Og það var bara léttið mannskapnum. Það svona náttúrulega verið að endurnýja samstarfið eitthvað hluti, ríkisstjórnarsamstarfið og auðvitað hefur það mikil áhrif þegar að liðsmaður Vinstri grænna stígur úr þessu embætti og sjálfstæðismaður kemur inn í staðinn og þarna það sagði Þórdís Kolbrún í sinni ræðu að það mikla breytingar þegar vinstri maður fer út og hægri maður kemur inn að þá breytist ekki svo. Já, ég held að sé held ekki engin andmælt því og þetta fundurum fór svolítið í það að setja þarna 3 mál á oddinn sem eru vextur og verðbólga, útlendingamál og orkumálin og þá auðvitað eftir að koma í ljós hvernig gengur að semja samstarfsflokkana það en ég held að geta ekki búið að því, það ekki vaninn að semja áður og byrjar? Ég myndi ætla það en kannski var líka tilgangurinn með þessu fundi í gær að taka svolítið frumkvæðið aftur sem að sjálfstæðisflokkurinn hafi kannski tapað, kannski alltaf að bregðast við og ég held að þetta hafi verið bara mjög vel heppnað í gær og það var léttið mannskapnum og góð aldursdreifing ólítið sem þú heldur. Það eru fundir hérna upp í Valhöll sem næsta hús hér á Laugardagsmótum kl. 11. Þar sér myndir yfir salinn og það mjög hár. Já, ég meina það kann kannski að vera að unga fólki sé kannski jafnvel setja föstudagskvöldi á Laugardagsmótum, það kannski hluta ástæðunni. Kann að vera timbrað? Já, og ég meina en svona ég segi þetta nú bara í gríni en það var ekki, ef að það tilfellega upp í Valhöll, það var það ekki þannig á Hilton í gær. Bara eitt af þessum þú sagðir að sjálfstæðisflokkurinn sé að reyna að ná frumkvæði. Hafði hann ekki búin að hafa frumkvæði í samstarfi við þessa 2 flokka í 6,5 ár? Þetta hefur kannski verið svolítið mörg mál, sérstaklega þessu kjörtímabili, þar sem að það eru til dæmis þetta með hvalveiðimálið og annað slíkt sem eru svona einhver gusa sem kemur inn í sjálfstæðisflokkinn og menn eru kannski svolítið mikið að þrasum samstarfið en núna kannski ætla menn frekar að setja sér einhver markmið og taka frumkvæði í samstarfinu og segja við viljum gera þetta í staðinn fyrir að vera eða tími að pirra svo á hlutum sem getur ekki breytt. Við skulum ræða þessi mál sem að sjálfstæðisflokkurinn telur að þessi ríkisstjórn hafi verið mynduð sem eru innflytjendamál, orkumál og verðbólga. Við talum þau eftir en við skulum bara byrja á að það náttúrulega tíðindi að Bjarni Benediktsson sé forsætisráðherra. Ekki allir ánægðir með það. Það undirskriftasöfnun til dæmis, það komið, ég veit ekki, alltaf ekki að var hann nálgast 41.000 mann sem hafa skrifað undir það að hann siti ekki í sínu umboði. Ert þú ánægð með hann? Nei, alls ekki og heldur ekki stór hluti þjóðarinnar ef við tökum eitthvað tillit til kannana, hann ekki óvinsælasti eða mjög óvinsæll stjórnmálamaður svona út frá þeim könnunum eða einhverju könnun sem hefur verið í umræðinni núna? Ég held að þetta fullir að því hann hefur mælst svo lengi óvinsæll. Það hafa verið, ég manna Kristján Þór Júlíusson þegar hann var sjávarútvegsráðherra og var svona samherjamál gengu hér yfir og þá fekk hann lakari mælingu held ég einu svona heldur en Bjarni. En það var engin verið til svona langs tíma mælst með svona mikið vantraust
og allra síst maður í svona sterkri stöðu, formaður stærsta stjórnmálaflokksins. Það held ég að sé bara aldrei gerst. Og öll þessi saga einhvern veginn, það búið að vera að rifja upp einhvern veginn alla þessa skandala sem að hann hefur tekið þátt í eða verið einhvern veginn hluti af og þetta sé bara niðurstaðan á þess að þjóðin hafi eitthvað fengið að segja það að kjósa það finnst mér alveg ótrúlegt og einhvern veginn sko 10% þjóðarinnar sé búin að skrifa undir að þetta sé ekki. Það fór kýs reglulega, ég menna þessi skandala sem hefur verið að rifja upp að þeir ná alveg bara næstu því fram að hruni. Já, það er búið að kjósa aftur og Bjarni svarar þessu með því að ég er sá þingmaður sem er flest atkvæði hér á bakum mig, 70.000 atkvæði sem að kausu Sjálfstæðisflokkinn í Kagarum og það eru mín atkvæði. Engin þingmaður hér í salnum sem hefur annað eins fylgi. Já, en mikil óánægja líka, já, mjög mikil. Sko, fyrir að fyrsta þá auðvitað eru það kosningarnar sem að gilda ekki undirskriftalistar og ég fór nú að kíkta á þetta í morgun að því með grunan að þú vildi ræða þetta. Umstafil-helmingurinn af þessum undirskriftum er ekki undir nafni þannig að það er nú ekki Fólk er hrætt í flokkinn. Það er nú ekki merkileg undirskrift sem að Nei, þetta er lögulega undirskrift og ég verður að setja kennitölum Já, allt í lagi. Fólk er bara hrætt í flokkinn. En við getum sett þessa tölu í samhengi. Þetta eru 40, hvort sem það er 40-41, þetta eru töluvert mikið færri en kursu Sjálfstæðisflokkinn í heild í síðustu kosningum. Þetta er helmingurinn af þeir sem kursu þá flokka sem að mynda stjórnarandstöðuna á þinginu í dag. Þetta er helmingurinn sem voru 82.000 atkvæði sem að þessir 5 flokkar sem eru ekki stjórnvengu. Þú getur sett í annað samhengi getur þetta 5 sinnum meira heldur en Jóðlistin fékk í síðustu kosningum, þannig að þetta er mikið í þeim skilningi. En þegar þú ert búin að vera á þingi í 21 ár, búin að vera formaður Sjálfstæðisflokksins í 15, búin að vera í ríkisstjórn í 10 ár, Bjarni Benediktsson er ekkert undanskilin því eins og allir eru stjórnmálamenn að óhuldar og öfundamönnum fjölgar eftir ákveðin tíma. Þetta eru aldrei gestið áður í sögum. Og ef það eru bara 15% atkvæða bara manna sem eru tilbúinir að setja nafn sitt á lista og þar af helmingurinn undir nafni opinberlega, þá var ég nú ekkert í öngum mínum með að vera hann eftir allan hennan tíma í fremstu stjórnmála. En svona hefur aldrei gestið áður sko. Þannig að ég held að það sé ekki rétt að stilla þessu upp eins og þetta sé bara venjulegt. Þetta er svona afleiðingar því að Bjarni búin að vera lengi. Það er nú töluvert minni fyrirhöfn að fara á Ísland.is og skilja þetta nafn sitt. Þetta er náttúrulega system sem var komið á laggirnar 2018 eða 2019. Þannig að þetta er nú töluvert minni fyrirhöfn að mæta á kjörstað. Guðlaugur Þór nefndi á fundunum hjá þér í gær að þeir varu komið með í gang undirskriftasöfnun og fá Brynjar til að lýsa Eurovision. Það er 1400 manns búin að skrifa undir það. Þetta er flóknara að þú heldur að þetta var skrifin á Ísland.is. En ég held að þetta sé nú bara ágætis mæling á því hversu stór þessi háværi minnihluti sem að finnur mikið fyrir á samfélagsmiðlum er í raunverulega í samfélaginu. Þetta er kannski svona, 40.000 manns. Sem eru þarna megin. Sem að fer mest fyrir á netinu og eru svona þessi liklaborðshermenn sem að eru á... En hinn háværi minnihluti sem vill að Brynjar lýsa Eurovision, hann er, hvað er hann? Það er náttúrulega bara fíblagan. Hann er bara 3% af þessum. Þú veist, ég skil ekki eins og okkur að tala um þetta Eurovision dæmi, en það kemur þess ekkert við, sko. En ég held að þetta sé nú bara ágætismæling á þessum háværa minnihluta sem að rífur mikið kjaft á netinu og það er það sennilega það 85% kjósa þetta sem að það eða tíma sínum í annað en að töða á internetinu. Þetta er fólki sem þú tekur ekki mark á. Ég gef ekki mikið fyrir þetta, nei. Tekur mark á hinu. En það var að vera einhvern veginn bæði að kvarta undan því að fólk sé ósýnilegt og hafi ekki skrifað undir nafni, en síðan þetta sé einhverjir háværir hermenn á netinu. Þetta sko fyrir að fyrsta gefi lítið fyrir þetta, en ef við viljum tala um hennar fjölda á sitt enn í samhengi, þá getum við gert það líka, þannig að ég held að þetta stangist ekki á hjá mér. Samhengið er að fleiri skrifa gegn Bjarna heldur en skrifuðu gegn EES-samningnum 92. Það fleiri skrifa gegn Bjarna heldur en gegn hvalveiðum. Hvað voru landsmenn margir 92? Ég held að það sé komið að voru 34.000 þar, nú er komið upp í 41.000, þannig að fyrir að nálgast að Bjarni fari hlutaslega yfir það. Sko, landsmennu fjölgaðu 250.000 frá aldamótum, sko, og hvað voru þá mörg 92? Þessi umræð er alveg ægileg. En ég held að við séum alveg, við getum bara hægt þessum þætti núna, þetta er svo vandræðalegt, sko. Af því að, þú veist, þetta er bara svona spælinga pólitíkar getum við farið að tala um pólitík. Já, við erum að tala um stöðu. Þú veist, í alvöru talað, það er ekki hægt að búast við neinu öðru frá Valhellingi en að það komi bara eitthvað svona, þetta eru bara fíblufáiðar, það er ekki hægt að taka marka á þessu, þið vitið. Það er bara verið að smætta þarna rúmlega 40.000 manns sem að leggur lykkju á sín daglegu störf til þess að lýsa yfir skoðun sinni á því að Bjarni Benediktsson sé orðinn forsætisráðherra. Það er ekkert,
það er bara svo vandræðilegt að gera lítið úr því. Auðvitað er það grafalvarlegt mál fyrir mann sem er búin að vera svona lengi í stjórnmálum að það séu rúmlega 40.000 manns sem að leggja það á sig að virka hérna farin á okkur síðu, virka hérna sín rafrænu skilríki. Auðvitað er þetta ömulegt, þetta er algjör skellur fyrir hennar kall sem að loksins er orðin aftur forsætisráðherra eftir sneipuförina síðast. Þetta er pólitísku skellur fyrir hann. Hefur það afleiðingar? Nei, auðvitað ekki. Þú heyrið alveg hvernig þau tala. Þau eru búin að vera að þétta raðirnar. Það var flottur fundur hjá þeim í gær, fullt af fólki. Síðasta vika eru þetta mestanpart sneipuför fyrir Vinstri græn. Af því að hann situr þarna í umboði kjósenda Vinstri grænna og forsvarsmanna Vinstri grænna. Sjálfstæðisflokkurum mun alltaf jafna sig á þessu, þéttaraðirnar, gera lítið úr öllum sem eru með gagnrýni, tala um einhvern hulduher, tala um einhverja menn sem að tuða á internetinu, þið vitið, það er bara ekki virðing fyrir almennu borgurum á Íslandi. Það hefur aldrei verið, er ekki, þannig afgreiða þau þetta. Ef að tala störfin þeirra frekar. Þessi þrjú mál sem að var talað í gær. Ég tala fyrst stöðu Bjarna. Obba, er þetta alvarlegt fyrir forsætisráðherra sem er bara á fyrstu metrónum að fá svona, ég myndi ekki að þetta hólskeplu. Það er ekki svo margar kannanir sem að fara að hærra þetta. Sögunni, í lífveldisögunni. Nei, einmitt. Ég er algjörlega sammála því að þetta mun ekki hafa neinn áhrif. Það er búið að taka þessar ákvarðanir og við heyrum alveg tónin það að þetta sé nú kannski bara ekki alveg undirskriftir eða þetta sé einhverjum samanburðar tölfræði ekki margir en menn auðvitað eru þetta ekki móttökur sem að neitt stjórnmálamaður vill fá hvort sem að ólíki formir séu kannski misjafnlega gerðir með það hversu misjafnlega nærri þau taka svona hlutum. En mér finnst það samt segja einhvern veginn allt sem segja þarf erindisleysu þessar ríkisstjórnar. Ef við hlustum á bara spjallþætti síðustu viku og þessari helgar, þú veist, við erum ennþá bara að ræða öll þau atriði sem þau eru ósammála við erum að ræða þessar undirskriftir, þessi mótmæli, að því fólk bara sér í gegnum þetta. Ég held að það sé, þú veist, þetta er sama ríkisstjórnin en með mjög óvinsælan forsætisráðherra. Ég get alveg skilið og mér finnst ekkert óeðlilegt við það að stærsti flokkurinn gerir kröfu forsætisráðherrastólinn, menn í samhengi hlutana eftir kosningar hefði það alveg verið eðlilegt. En hefði það legið fyrir í kosningabarátunni að þannig ætlaði VG að semja, þá held ég að niðurstaðan hefði ekki orðið svo sem hann varð. Það er talað um að límis í farið, stjarnaríkisstjórnarinn er líka farin og nær sjálfstæðisflokkurinn einhverju meiri fram getur verið en það er líka stór breyta í öllu svona samstarfi sem eru bara mannlegir eiginleikar forystumanna flokkana hvernig þau stýra, hvernig þau tala hvernig þau senda út fólki sitt með skilaboð eins og kannski þetta hvort eigi að hlusta á svona undirskriftarsöfnun. Þú veist, er ekki allt í lagi að segja við sjáum þetta en þetta er ekki okkar kjósundur eða hvað það er. Þú veist, það þarf ekki að tala með þessum takti sem hér er gert. En ég ætla samt bara, þau eru að fara á stað, þau eru búin að sitja 3 mál á dagskrá. Við erum búin að hlusta á blaðamannafundi hjá þeim núna þar sem að þau hafa einhvern veginn, við erum engu nær hvað á að gera í orkumálum, hvað á að gera í efnahagsmálum til að lækka verðbólgu. Hver stefnan verður í útlendingamálum eða innflytjendamálum eða hvað þetta nú er. Ég hlusta á formennina 3 í Kastljósinu og mér fannst ekki endilega augljóst að þarna væri 3 menn að tala sem að tilherðu sömu ríkisstjórn. Þannig að þú veist, landslagið er algjörlega óbreytt með það. Mér fannst þau svona að vera búin að lista upp. Hérna er öll málin sem við höfum svona hnakkrifist hvað mest en svo ætlum við bara einhvern veginn að láta það reyna áfram hvort að við náum fram þú veist, einhverjum frumvörpum og einhverjum árangri. Já, það er spennandi að sjá hvernig menn ætla að láta þetta ganga en þó að þú bendir að það sé búið að rífast mikið þetta það þýðir ekki að það gefast upp á þeim. Nei, menna, þau bara halda fram að rífast. Þessi mál sem voru sett á dagskrá, það voru innflytjendamál og ég fór nú að skoða því að ég verið með svona fréttavef og ég set reglulega fréttir að búið að vera svona undanferð að hafi stórlega dregið úr umsóknum hæla á Íslandi.
þetta sé svona 42% og þá svarar fólk alltaf, já, það ekki Venesúela? Nei, það bara sambarlegt hlutvall sem við dreigið saman þar, það svona álíka stórt hlutvall. Jón Gunnarsson var sjálfur að lýsa þessu í morgun í útvarpinu, mikil fækkun. En svo sá ég að Útlendingastofnun hefur ekki komið nýjar upplýsingar sinni í janúar sem mjög óvanlegt, vanalega kemur síðasti mánuð bara svona 10. En ég heyrði til dæmis Bjarna og fleiri verið að halda því fram að hér væri svona stjórnleysi á landamærinu, það væri gríðarleg fjölgun hælisleitenda. En það passa bara ekki við. Nei, það gerir það nefnilega ekki. Ég mitt fór líka að skoða þessu tölfræði og fór yfir nákvæmar tölur. Árið 2020 voru 655 sem sóttu árið 2021 875. Ef maður horfir á aðra en þessi 2 ríki sem að hafa aðalega verið, Venezuela og Úkraína, að þá þetta 887 2022, þetta bara sama tala, og 890 2023, þetta bara sama tala. Vitið, þessum hópi sem að venjulega kemur og sækir vernd, sá hópur hefur ekkert stækkað. Það sem að þessi atriði sem að hefur verið rætt eins og fjölskyldusammenning og eitthvað fleiri að snertir, að það eiginlega engin aukning þar. Nei, og breytingarnar sem að þau boða núna að fara í, þar hafa innbyrðis ómöguleika í sér, af því að þau ætla að stytta dvalarleyfi fyrir það sem hafa fengið vernd úr 4-3 ár og þau ætla líka að stytta tíman eða lengja tíman þar sem að sá sem með vernd getur byrjað að sækja fjölskyldusammenningu upp í 2 ár og málsmeðferðartíminn miklu lengri en ár hjá Útlendingastofnun fyrir fjölskyldusammenningu sem þýðir að sá sem að óska eftir að fá fjölskyldunum sína til sín, hann eiginlega búin að missa dvalarleyfi þegar loksins komið svar við fjölskyldusammenningu. Þannig ég skil ekki alveg hvernig þau sjá fyrir sér að gera þetta. En það verður líka að hafa það í huga að þessir 3 málaflokkar sem að Sjálfstæðisflokkurinn setur á oddinn og ætla aldeilis að, þetta eru þeir málaflokkar sem að flokkurinn er búin að vera með á sínu borði undanfarin hvað mörg ár. Þau eru með dómsmálaráðið, þau eru núna með orkumálaráðið. Búin að vera með það lengi. Já, og eins og Þorbjörg sagði áðan, það er engin svör og það var mjög ábyrrandi í gæri þætti sem að Þorbjörg var í þegar Teitur Björn segir, já við vitum hvert verkefnið er í efnahagsmálum, við vitum hvert verkefnið varðandi verðbólgu og vexti. Já, við vitum hvert verkefnið en þið vitið bara ekkert hvernig þið ætlið að leysa það fyrir fólkið í landinu og það er það sem að svo æpandi varðandi þessa ríkisstjórn. Þetta snýst enn og aftur bara stóla, rétt eins og þegar síðasta ríkisstjórn var mynduð eftir síðustu kosningar. Það var eina sem þið datt í huga að gera var að búa til eitt stóli viðbót fyrir Framsókn. Varandi það er alveg rétt að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft dómsmálaráðuneyti lengi og alltaf bara og auðvitað ber hann sjálfsögðu ábyrgð þar einhver leyti en hins vegar manstu eftir mann eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn hafi komið einhverju frumvarpi óbreytt í gegnum þingið á þess að ná okkur í niðurstöðu við samstarfsflokka. Ég veit að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki með hreina meirihluta. Nei, þið eru meirihlutastarf. Já, en ég er að segja að þetta hefur alltaf verið málameilun og það var lögin sem voru samþykkt 2016, þau breyttust töluvert mikið á lokamendrunum og núna eru menn kannski að horfa til þess að reyna að fara þangað aftur eins og rætt var upphaflega 2016. En maður heyri þetta líka samt svo mikið frá sjálfstæðismönnum að þeir tala það eru 8 flokkar á þingi. Pólitískur veruleiki málsins er flókin. Svo heyrir maður líka segja við erum með sterkan meirihluta, óvinnulega sterkan meirihluta í fjölda þingsæta en þau teikna upp þá mynd að vegna þess að 8 flokkar séu þingi þá getur þau ekki náð fram sínu málum. Það sjáu þetta allir að vandinn að þeir 3 flokkar sem eru saman í ríkisstjórn þú veist, myndu lesa veðurspána og vera ekki sammála hvað hún er að segja það er þar sem sundurlindið stjórnarmeirihluti sem að getur ekki náð fram árangur í þinginu nema við þær aðstæður að stjórnaranstaðan mæti klappandi fyrir ykkur alla daga hún er bara lítil í sér. Ég skil hvað þú meina en það sem er átt við með þegar talaðum þessu 8 flokkar á þingi það leiði það sér að það er 3 flokkar stjórn og það er erfiðar að ná getur verið erfiðar að ná lendingu þegar það eru 3 flokkar frekar en 2. Þið þurfum bara að setja ykkur við og þetta er bara breytt landslag sem að þið mynduð. En með landamæri, af því að það er þessi orðræða að það þurfa að styrkja landamærin, þú veist, ég bara átta mig ekki á því hvað er átt við, að sé, þú veist, vera að meina
það sé of margir og margt fólk að koma til landsins, að það sé að koma frá einhverjum svona löndum sem eru ekki talin æskileg, að það sé að koma, þú veist, ég heyri þetta svo oft eitthvað svona, það þarf að styrkja vendamærin, styrkja landamærin, og ég er svona, hvað þýðir það, getið sagt beint út hvað þið meinið, þó ég get alveg svona ímynda mér hvað þau eru að tala að það sé æskilegt að ákveðnir erlendir aðilar komi hingað en ákveðnir ekki, þú veist, sérstaklega í ljósi þess að það er verið að skoða þessa tölfræði. Þú veist, það er engin fjölgun á þeim sem eru með erlenda bakgrunn eða þeim sem eru að sækja alþjóðlega vernd á Íslandi. Þannig að þú veist, þetta tala styrkja landamærin, bara hvað það þýða, hvað skilaboð það hafa í för með sér. Það virkar út í heimi og þess vegna fara að reyta hérna. Þú fylgdir upp tölur á þann en ákvaðstu undanskilja tölund á það. Ég veit ekki af hverju þú gerir það. Þetta er allt sama. Þetta voru lönd sem voru fengu sérstaklega boðsmiða frá Sjálfstæðisflokknum. Það var náttúrulega ekki þannig, en þetta er allt hluti af sama vandanum og þegar við erum að tala um að stjórna landamærunum þá til dæmis bara ef við horfum á kostnað við þessi mála fólk kemur til landsins og fær framfærslu og húsnæði og allt þetta. En erum við að tala um að hætta að taka við fólki frá Úkraínu? Búið 10-faldast eða 20-faldast á skömmum tíma. Erum við að tala um að hætta að taka við fólki frá Úkraínu? Nei, ég held að það séu allir á því að það er að halda fram að taka mátu fólki sem sannlega í neyð, saman hvort það frá Úkraínu eða einhvers staðar annars staðar. En það er þessi, það eru ákveðnar grunnsendur það séu einhverjir sem séu ekki sannlega í neyð sem séu að fá alþjóðlega vernd. Það er svona kannski þau mál sem við erum fyrst og næst að tala um. En ég meina það hefur verið tekin bara pólitísk ákvörðun það einmitt að bjóða fólki frá Úkraínu og mér hefur nú sýnst og heyrst nýr dómsmálaráðherra að vera alveg skýr það að hún ætla að halda því áfram og ríkisstjórnin ætla að gera það og ég er henni einlæglega sammála það að það eigum við að gera. Ég meina mörg ríki að styðja Úkraínu með við erum ekki að styðja Úkraínu með sama hætti og önnur ríki gera samhliða því að taka við fólki á flótta þaðan, þannig mér finnst það svona að minnsta sem við getum gert að halda því áfram og ég vona að það sé ekki að heyra sátaktur frá Sjálfstæðisflokknum. Ekki alltaf stjórnvöld að fara að loka á fólk sem er að koma frá Palestínu? Ég veit ekki hvað ríkisstjórnin þar. Tölurnar á 2024, þær eru svona, 655 hafa sótt vernd, 410 frá Úkraínu. Það er eiginlega stærsti hlutur. Ég meina, ekki eiginlega, þetta eru bara svo langsamlega flestir. 410 af 655. En mér finnst alveg með að taka samtalið við erum að fá inn í fjárlaganefnd tölur kostnað, sem virðist vera bara tölur kostnað við umsýslu í kerfinu, sem eru ævintýralega háar. Og hækka frá viðtalið til viðtals, það voru upp í 25 milljarða núna í vikunni á Bjarna. Mér finnst þetta getur ekki verið eini málaflokkurinn þar sem við neitum að ræða kostnað og það megi alveg skoða það hvernig hægt að ná honum niður í öllum ríkisrekstri. Já, líka þarna, en það er eitthvað í gangi þarna í umsýslinu allri, af því að tölurnar af því fólki sem er að koma hingað til lands stemma bara ekkert við þennan kostnað. Er þetta ekki bið, oft löng bið það ekki verið að bíða eftir svari og þú er bara svo sama ekki skilvirkt en samt ekki með stærsta hópinn af því að Úkraínu fólki fer sjálfkrafa inn, fer sjálfkrafa kennitölu 85% af þeim sem eru Venezuela eru kominir út af vinnumarkað og fara þá af stuðningi samkvæmt opinberum tölum. Það var áður, það var þegar þau fengu sjálfkrafa dvalarleyfi, en síðan var það tekið af þeim. Það var tekið af þeim og þá enda þau aftur í stuðningi. En svo er þetta líka svo mikill grautur, finnst mér stundum bara svona í umræðina í fréttaflutningi, þú veist, við erum að tala um hvað sé hátt hlutfall útlendinga á Íslandi búsett. Við erum að reka atvinnustefnu sem gengur út af það að fá fólk til Íslands til að vinna í ferðaþjónustu, til að vinna í byggingageiranum, mannvirkagerð. Ef við förum inn á hjúkrunarheimilinu þá er það ekki allt saman Íslendingar sem þar starfa. Þannig að þú veist, hvað vill fólk að það að því við myndum lama íslenskt atvinnulíf ef þetta væri stefnan. Og það er bara, við búum í litlu landi og fámennu landi og svona vaxtarsvæðin á Íslandi, þau geta ekki dregið til sín fólk frá
svona riðbeltum eða það sem eru landsbyggðir eitthvað slíkt sem er öðru löndum, þannig að við sógum bara fólk frá útlöndum til okkar. Og talaðum bara ferðaþjónustan var okkar björg eftir hrunið og þetta er svona saga sem að allir kunna og mikið talað en við tölum ekkert stóran hluta þess fólk sem í ferðaþjónustunni starfar sem ekki fólk frá Íslandi. Þetta er líka bara þróun sem að byrjaði til dæmis fyrir tölvöld löngu síðan í fiskvinnslu. Ég var að vinna í frystihúsi í nokkur sumur, ég var í menntaskóla og þar var þá þegar, hvenær var í menntaskóla allt sig ekki, rúmlega 20 ára síðan, þá þegar var nú stór með hluti starfsmanna með erlend ríkisfang. Meiri sem þegar ég var í fiskvinnslu, þá voru stelpur frá Ástralíu og Suður Afríku og alls konar. En þessu umræða, það er eins og sé verið að glæpa við þeir sem koma frá öðrum löndum í leitað aðstoð og stuðningi, eins og þetta sé einhverju svona glæpamenn sem að muni bara eitthvað taka allt til sín og innfættir þurfa að hafa áhyggjur og líka með sláandi í hlusta nú á þennan fund sjálfstæðismanna og var með í eyrunum þegar ég var að taka til og var ekki beint að horfa. Það var allir að hlusta. Já, það var allir að hlusta og Guðrún Hafsteinsdóttir segir eitthvað svona, ég held að það hafi verið hún sem var að tala að það þyrfti að skoða, það var Bjarni held ég, sem var að skoða að ef einhver brýtur af sér að þá ætti að vera hægt að senda hann heim, Þannig að þú veist, Finnst þér það ekki sjálfsagt? Nei, mér finnst það ekki sjálfsagt. Og mér finnst líka þessi umræða einhvern veginn, það var alltaf eitthvað svona við erum að bjóða þau velkomin, þau koma hinga til okkar, þú veist, er þetta að klippa einhvern veginn svona réttindi ef einhver brýtur af sér, þú veist, við erum ekki... Það er reyndar í lögunum núna. En mér finnst það bara sérstaklega að vera að draga þetta sérstaklega fram. Það er til mjög að vera í lögunum mjög lengi. Og eru til mjög víða. Það er ekki stærsta vandamál í íslensku samfélagi. Mér finnst þetta ekki óðurlegt. Það séu hælisleitandi sem að hnuplar í bónus. Það er ekki, við erum með húsnæðisvanda, við erum með alls konar vandi í þessu samfélagi. Ég næ ekki alveg sem fókus á þetta. Er Bjarni eins og... Popúlismi. Hún segir þessi popúlismi. Er hann bara að ala á útlendingaandúð og rasisma meðal kjósenda að hann ætla að fara að venda fólk við það að Íslands samfélag fyllist af óæskilegu fólki? Það, fyrir að fyrsta, þá er ekki verið að tala um það að senda fólk úr landi fyrir búðarhnupl. Eins og þetta var orðað þannig í gær, þá var alvarleg brot. Ítrekuð eða alvarleg brot. Við erum að tala um það. Við erum ekki að tala um samlöku við bensínstöð. Þetta er ekki stærsta vanda, þetta er bara einhver örfáar manneskjur sem annarkvort verður settar í fangelsi eða sendur á landi. Þú snýrð ekkert við rekstri ríkisins með þessu. Það er enginn að fara að kalla, eins og þú sagði eins og Sanna sagði hérna áðan, að sé einhvern veginn að kalla alla útlendinga glæpamenn, það er enginn að því hins vegar er þetta bara næf að halda þig fram að þegar það kemur stór hópur í einu inn í svona frekar svona gróið samfélag, þá auðvitað hefur það einhverjar samfélagslegar hraðar samfélagslegar breytingar í för með sér og fólk bara höndlar það misvel. Það er bara þannig að það er samfélagslegt hlutfall innflytjenda og innfæddra sem eru óheiðarlegir eða getur stólið eða getur verið ofbeldisfólk. Þannig það er ekkert sérstakt vandamál að við ætlum að núna taka innflytjendunar og taka sérstaklega harka á þeirra glæpum. Það er ekkert verið að tala um að taka harðar á þeirra glæpum heldur en annara Það er verið að tala um það ef menn koma og brjóta ítrekkaði alvarlega af sér, þá kannski sé það ekki einstaklingur sem við viljum alveg samfélaginu. Mér finnst það ekki óðurleg stefna. Það er ekki verið að kalla alla innflytjendur glæpamenn, það er náttúrulega bara verið að leggja mönnum orðið mínum þar. En gróið samfélag, að því ég bara skil ekki, ég vil skilja, þú veist, það er að vera að tala að þetta sé svo eitthvað svona gróið samfélag, einslegt samfélag, þú veist, hvað er verið að meina, allir á Íslandi séu bara, þú veist, hinn hefðbundni Íslendingur eigi bara verið kristinn og hvítur og með öll íslensk ættanöfn og millinöfn og geta rakið sig aftur í Íslendingubók til tveggja innfæddra foreldra, þú veist, ég bara persónlega með helmingin af erfðamenginu mínu frá Tansaníu í Afríku vil bara skilja hvað er átt við að við séum gróið samfélag og að fólk sem komi erlendis frá geta einhvern veginn ógnað þeirri samfélagsmynd. Ég er ekki að segja samfélagsmyndin sem ógnað, ég er bara að segja að það er augljóst að það kemur stór hópur af fólki erlendis frá inn í samfélag og bara breytir hlutullum íbúðasamsendingarinnar drastist á skömmum tíma og auðvitað þetta truflaði mig ekki, ég hef búið erlendis lengi og bjóð mér þessi í Afríku á tímabili og hef verið aðeins í víða, þannig að þú veist, en fyrir einhverja aðra þá kannski eru þetta bara hraða breytingar, þannig að þetta er bara spurning að hafa einhverja stjórn á. Hvað er hlutfallið raskast? Er það ómikið af pólverum í Íslandi?
Ég ætla ekki að fara að segja, ræða þetta kannski á þeim stöðum eins og Ásbrú þar sem að kemur allt í mikið af fólki, ég veit ekki hvert þjóðurni þeirra en þetta náttúrulega ömurleg staða að vera á Íslandi á einhverjum bótagreiðslum að mæla göturnar og bíða eftir að málið þetta klárist. Það er ekkert óðurlegt að þetta fólk sé ósátt með sína stöðu. En ég held að það hefði verið svo mikill ávinningur í því þegar að ríkisstjórnin kynnti þessar breytingar sínar á stólunum. Ef þau hefðu gert annað en að bara útlista þessi 3 helstu mál sem þau hafa mest rifist við værum þá kannski í dag að ræða hvað okkur þættu inntak í nýrri útlendingastefnu ríkisstjórnarinnar eða nýrri stefnu í innflytjendamálum. Var hún ekki kynnt í 24. febrúar? Hvað var í þeirri stefnu? Ég veit ekki. Nei, það veit það enginn. Nei, alvörinni. Kaos algjört og það alveg sjálfstætt vandamál að vera einhvern veginn að ræða, er við að tala þessa útlendinga eða þennan hóp eða erum við að tala allir útlendingar séu glæpamenn, erum við að tala að við viljum ekki lengur að fólk geti flutt til Íslands til þess að vinna í ferðaþjónustu eða veitingahúsunum okkar eða hjúkrunarheimilum okkar og ég veit að þú sannarlega ekki að segja það en já það orðið sjálfstætt vandamál í þessari umræðu sem verður óbúslega í svona tilfinningarhlaðin og mjög fljótt bara ógeðfellt að við erum ekki að ræða neitt takt eða neina sýn, neina stefnu ríkisstjórnarinnar það hvernig að vinna úr þessum málum. Hvað breyttist við það að Bjarni Benediktsson var forsætisráðherra í þessum málum annað en að hann talar að nú verði fókus á útlendingamálin og það gangi ekki að við séum með séríslenska reglur Norðurlöndin hefði gert mistök og allt þetta, svo kemur aldrei og hvað svo? Bjarni búin að vera forsætisráðherra í viku rúmlega núna þegar ekki. Þannig að ég held að kannski þú varst að segja að hann væri 21 árs feril, við erum að vita fyrir hvað hann stendur. Þú varst að spyrja hvað hefði breyst við að hann hefði orðið forsætisráðherra. Ég held að bara það sé sanngjarnt kannski að gefa því meira en eina viku. Já. En eins og ég skil þetta. En þau héldu blaðamannafund sem snerust 3 mál. Já, en eins og ég skil þetta. Aðalmálin, það er bara þá var það sem að breytist að nú getur Sjálfstæðisflokkurinn verið með svona eins og dagskrárvaldi í ríkisstjórninni og það er Sjálfstæðisflokkurinn sem ákveður það að það séu þessi 3 mál sem eru megin mál ríkisstjórnarinnar fram að kosningum. Ég skil það þannig og það er ekki búið að koma niðurstöðu hvernig þeir ætla að ná þessu gennu ríkisstjórn en Sjálfstæðisflokkurinn ætla að gera það. Það ætla að ná breytingum í innflytjendamálum, í orkumálum og ég veit ekki alveg með verðbólguna. Nei og það fyrst verið þetta líka efnahagsmálin eru orðin 3. punktur í dagskrá Sjálfstæðisflokksins. En það hafa engin svör. Ég man reyndar ekki í hvað röð þetta var talið upp í gær, hvort að vextur og verðbólga þetta var þessi röð sem ég nefndi. Allt í lagi. En þessi verðbólga er náttúrulega líka einhver leyti hún alþjóðlegt vandamál, menn hún ennþá 5-6% í Evrópu og 4-5% í Bandaríkjunum, þannig að við erum nú ekki það langt fyrir ofan þau ríki, en einhverju leyti þetta líka bara út af því að það bara mjög kröftugur hagvöxtur í Íslandi og þar síðustu kjarasamningar, þessi síðustu sem er búið að klára núna, náttúrulega hóflegir að mörgu leyti, en það hafa verið miklar launahækkanir og mikill hagvöxtur síðustu ár, þannig að það er eðlilegt að það þarf eitthvað staðar að hleypa út, það hleypist út eitthvað staðar í efnahagslífinu og það kemur það gegnum verðbólgu. En varðandi verðbólgu, ég meina, núna erum við að sjá fréttur það að það sé kannski alltaf að fara á hliðina þarna í Miðausturlöndum, þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með hvað olíuverðið gerir núna á mánudaginn. Kemur ekkert óvart að það myndi hækka töluvert og það er þá eitthvað sem verður erfitt að ráða við upp á verðbólgunum að gera hér. Aldrei nein eigin ábyrgð, aldrei neina lausnir eða tillögur, það er alltaf bara beðið eftir næstu bombu og þá er hægt að skella skuldina á það og benda á að það sé mögulega líka slæmt annar staðar en við auðvitað búum við vexti sem eru ekki nálægt því sem að þekkist í löndunum í kringum okkur. En þau eru nálægt því sem þekkist í stríðshrjáðum löndum. Já, vissulega. Nálægt því og ekki höfum við kannski verið að glíma við það nýlega en það er algjört ráðaleysi í ríkisstjórninni hvernig á að koma til móts við bara kjör fólksins í landinu. Þar eru bara engin svör. Ég sammálaði þetta að segja, þú veist, þau segja í öllum þessum viðtölum sem ég sé emmitt bara eitthvað að þetta er það sem við ætlum að fara í og emmitt algjörlega sammálaði með þessa greiningu, ekki eitthvað við ætlum að gera þetta svona. Þú veist, við vitum emmitt vextur og verðbólga vandamál, ekki eitthvað herði. Nú bara ætlum við að fara að vinna í því að leggja fram
til að laga þetta með því að svona eins og þú væri nefndi í prófi og Já. þú segir ég veit hvað spurningin En það ekki bara staðan að Sjálfstæðisflokkurinn er komin í forsætið, hann leggur áherslu á þessi mál og hann er ekki búin að ná fram í gegnum ríkisstjórn til hvaða aðgerða á að grípa. Þetta er bara... Ég held að sé þannig. Ég held að sé nákvæmlega þannig og þess vegna held ég að sé ekki mikill breytinga að vænta því að það hefur ekkert verið samstaða og ég sé ekki fyrir mér að verði einhver grundvallarbreyting til dæmis í útlendingamálum þá er mjög erfitt með að sjá það fyrir mér að það renni gegn þingflokk Vinstri grænna. Til að gæta sanngirni held ég að verði líka þannig í þinginu að það verði mótstaða við það ef það verður einhver fundamental breyting í útlendingamálum og orkumálum. Já, öllum þessum málaflokkum og ég held líka eins og efnarsmálum sem allt í nú einhvern veginn orðið þetta er svona aðeins neðar á blaði hjá Sjálfstæðisflokknum þá væri það líka þannig þú veist, með Sigur Inga í fjármálaráðundinu er enn inn í kostningavetur að hann fari einhvern veginn í einhverja vegferð að fara betur með fjármuni til að kæla mér finnst ekki vera ekki margir sem að taka því veðmáli svona í mötunni til Alþingis ég myndi nú samt segja að orkumálin sé nú kannski eitt af stærstu efnahagsmálum núna þannig að það er ekkert verið að fara húsnæðismálin hljóta nú Þar er við Viðreisn til dæmis boðið fram aðstoð í orkumálunum, hún er ekki verið þeirinn. Af hverju segið orkumálin sé þetta stærstu efnahagsmálum? Því að efnahagslega afkoma Íslands er mjög tengt framboð á orku. Ég meina þú sér þau lönd sem eru að ströggla í dag efnahagslega eins og Þýskaland. Þeir bara þeim vantar orku. Þau mistu orku. Þeir mistu orku. Já, við höfum ekki mist neitt. Já, nei, við höfum ekki mist neitt en hagkerfið verður að vaksa og þú þarft að hafa aðeins fyrir neðan þig í orkumálum. Þú þarft að framleiða meira en þú notar sjálfur. Og nú erum við komin á þann tímapunkt að þurfa að skerða til stórnotenda. Þetta hljómar ekkert mikið að skerða rafmagni 10% til Straumsvíkur en þetta eru tapa gjaldeyristekjur upp á kannski 12 milljarðar árið sem er eins og 3 frystóðar. Það hefur gæst áður, það er bara lágt í lónunum og þetta hefur gæst áður. Þetta er samt þess að Þórður eru að segja með að það eru bara vaxtaverkir. Það er mikil fólksfjölgun, hagkerfið er allt að bólna út. Myndu þið segja að orkumál væri stærra mál í Íslandi heldur húsnæðismál? Nei. Mér finnst þú bara skrítið að stilla þessu upp í hlið en húsnæðismálinu þetta er náttúrulega erfið staða sem er uppi þegar vextir eru svona háir það var mjög eðlilegt að framkvæmdir séu kannski ekki í blúsandi gangi en svona leið og vextinni lækka þá hafa fleiri efna á að kaupa og þannig að þetta er mjög snúin staða en ég veit svo sem ekki hvort að ég meina það er einhverju sem vilja að ríkið fara að byggja íbúðir, ég held að það sé nú ekki lausnin sko. Já, það er allir að bíða eftir því að vextirnir lækki til þess að það komist einhver hreyfing á þetta og á sama tíma fara einstaka ráðherrar í ríkisstjórn bara síðustu helgi og útdeila milljörðum í einhverjar húsbyggingar. Vissulega þarft verk að byggja verknámshús hér og þar landið en það er eins og þetta fólk sé ekki saman í ríkisstjórn. Menntamálaráðherra var lofaði 3 stórbyggingum bara síðustu helgi hér og þar landið sem að kosta ég veit ekki hvað og hann veit það ekki og nú er hans formaður komin í fjármálaráðundið og hvaða áhrif hefur þetta á komandi tölur bara það að einn ráðherra fari af stað með svona loforða súpu Hvað er allir húsnæðisverð væri núna? Maður velti fyrir sér bara hvaða ábyrgðarleysi er. Sigurður Ingi, hann hefur lofað Sundabraut og hann hefur lofað alls konar sem að, er eitthvað að reikna með því að eitthvað þessu gangi eftir það? Já, þú veist, framsókn er bara þarna núna. Þau eru bara löngu komin í kosningabaráttu. En ég ætlaði bara að bæta við það því að tala húsnæðismarkaðinn og kom áninn var með hæstu vexti og byggðu bóli og allt það en hvað er allir húsnæðisverð á Íslandi væri núna ef við værum á efri vöxtum sem eru 3%? Væri það ekki bara tölur þærra heldur en þeir í dag værum við betur sett með læra vexti við fengum nú bara sýni svona hvað gerist ef við myndum fara inn í efrunum fengum við sýni svona hvað gerist þegar vexti lækkar hratt 2020 til 2022 húsnæðisverð hækkaði bara einhver 40% á 2 árum og ég meina ertu eitthvað betur settur eftir það ef þú náður að kaupa réttin tíma þá flott punkturinn með evruna er þetta ekki snýst þetta greiðslugetu fólks í hverju mánuði og hlutfallið milli höfuðstólsgreiðslu og vaxtagreiðslu er ekki það sem er flestum efst í huga Nei, en ég held að punkturinn með þetta er kannski með Ísland og gjaldmiðlinn að það er eitthvað innbyggt í okkar kerfi sem gerir að verkum að við erum alltaf í kraftmeiri sveiflum heldur en cirka bát allstaðar annarstaðar við fyrum hærra upp og við fyrum lengra niður Við erum með verðbólgu bæði hærri
og í lengri tíma hér en annars staðar, við erum með vexti alltaf hærri en annars staðar og auðvitað hefur þetta áhrif á efnahag fólksins í landinu og ég hef aðeins velt í fyrir mér þegar maður sér þessa 3 punkta að því þú spyrð, þetta mál mikilvægur en húsnæðismál þú veist, þegar verið að stilla upp þessum málum svona, útlendingamál, orkumál það verið að gera það við okkur þegar það sagt, það er þetta þrennt sem skiptir máli og ég held að fyrir fólki í landinu hvort sem er að horfa á heimilið þitt eða vinnustæðin, jafnvel í fyrirtækjarekstri þú veist, þá er þetta afkoman. Þetta er efnahagsmálin og þjónustan og það er einhvern veginn verið að segja okkur við skulum ekkert vera að tala efnahagsmálin og við ætlum ekkert að ræða þjónustu við fólki í landinu því við viljum ræða útlendinga. Varðandi húsnæðismálin að því að Þórður segir að þetta sé háir vextir og að sumir vilja ríkið byggi. Nú það þannig að maður horfir á bara 20-stöldina þar sem að sko uppbyggingu borga og þegar fólk að flytjast í sveit í borg og öllu svo húsnæðis uppbygging þar sem var verið að byggja yfir lágtekjufólk og millitekjufólk þá var það meira og minna gert með sko bara opinberum aðgerðum. Allt það í okkar heimflöta. Og hefur reynst vel. Þannig nú er þetta algjört nóg. Já, nú er bara markaðurinn sem ákveðin sjá allt og ég sé þessi markaðsvæðing húsnæðiskerfisins og hún sé vandamáli en ekki endilega fyrst og fremst og eingöngu sko vaxtastígi. Það er náttúrulega, þú veist, hvernig er búið ákveða hver er að byggja, hver er að hagnast að því, hversu mikið sé hægt að hagnast að því, lítum til dæmis til lóðarinnar, það er braskvæðing með bara lóðirnar, það er verið að selja þær áfram eða alls konar svona hlutir sem að spila inn í og hafa þetta áhrif á húsnæðisverð sem að íbúinu eftir að greiða. Þannig ég get ekki séð að þetta sé bara eitthvað svona hægt að taka út fyrir sviga og segja já, þetta er vaxtaumhverfið. Það er eina vandamálið, ef við leysum það, þá fáum við húsnæði. Þú veist, við höfum allan tíman ekki verið með húsnæði fyrir þau verðsettu, það hefur ekki verið byggt upp og einhvern veginn enginn vilji til þess að líta til nágranna þjóða í þessum efnum og læra eitthvað af þeim og ég veit ekki af hverju það má ekki líta til þeirra og vinna eftir því sem að hefur verið gott og sem hefur virkað. Það er miklu svona lengri saga í ýmsum borgum sem að eru nálægt okkur svona lengri saga mitt fyrir aðkomu hins opinbera og það hefur bara reynst vel. Já, ég er alveg sammála því að þessar lóða úthlutanir sveitarfélaga eru stórt vandamál og Reykjavík eðli mál samkvæmt, stærsti sökudólkurinn í þeim efnum. Þeir eru að það séu boðnar upp og þeir eru bara að selja þessi lóðir alltaf dýrt til dæmis ef við viljum ef við ætlum að ná samkomulagi inngrip hins opinbera á húsnæðismarkaði þá getum við kannski náð því samkomulagi að bara Reykjavík bara gefi þessa lóð með því skilir að þeir byrja strax að byggja og ég meina síðasta lóð sem var seld á Hlíðarrættanum ég ákvað bara slá því upp hvað lóðaverðið væri stór hvað fór lóðuna og hvað hefur að marga íbúðarna það voru cirka 23 milljónir íbúð sem að Reykjavík er að taka fyrir lóðina þarna er nú held ég auglýstækifæri til að koma einhverju betra skikki á þetta ef Reykjavík hættir að vera alltaf að reyna að kreista einhverju einustu krónu út úr þessum lóðum frekar að fjölga útsvarsleiðum Svo gangaði kaupum og sölum og eftir þannig að álagið á þeim sem endanum kaupir íbúðina út af einhverju svona braski er alveg hryllilegt Þetta er ekki dítið allt í sammála því en bara gefa lóðina með því skilir að þú byrjar að byggja strax Það er ekki svo langt síðan að lóðum var úthlutað það var litið svo á að þetta væri almanna í gæði og það væri ekki hægt að selja þetta heldur þetta úthlutið og það var einstaklingum útluta þetta. Síðan var farið út í það að bjóða þetta upp og þá endaði náttúrulega með því að það voru bara einhverjir fjársterkir aðilar og verktakar sem keyptu þetta. Þannig það kemur ekki til greina held ég að borgir fara að gefa borgarlandið einhverjum verktökum til þess að braska. Einmitt ekki til að braska með það, að gefa það með einhverjum skilyrðum að þeir byrjaði að byggja og bara fermetraverðið þið séu ekki að fara að selja þetta í dag ekki með einhverjum fá lóðuna frýtt eða með þessum skilyrðum. Og svo hefur maður líka heyrt af heilu stigagöngunum sem að standa tómir af því að það verið að bíða eftir besta mögulega tímanum til þess að kassa nógu mikið inn sko. Og líka Airbnb, það er verið að breyta þessum íbúðum í eitthvað svona fyrir ferðamenn. Það er líka stórt vandamál sem að þarf að allra borga í Evrópu í Reykjavík. Og hér gætum við kannski svolítið verið að ræða útlendinga, það er að segja ferðamenn. Þannig að ef við ætlum að ræða útlendinga þá finnst mér að við þurfum að horfa á sviðið allt eins og að liggur. Því mér finnst svo oft nýr í þingi þegar við erum að ræða húsnæðismál að þá er verið að tala það sé framboðsvandi. Ef við erum aldrei að ræða eftirspurn við erum með þessar tölur við sjáum hver vöxturinn í ferðaþjónustunni er og ég held að hjá þjóðinni síðan og gegnumgangandi þannig að það er væntum þykja í garð þeirrar atvinnugreinar en hún hefur mikil áhrif á húsnæðismarkaðin til dæmis bara hér í Reykjavík þessi Airbnb-væðing að fólk sem hefur verið að leigja út
íbúð, leigir hana ekki lengur á venjulegum markaði heldur til ferðamanna. Fólk flyst til landsins til að vinna í ferðaþjónustu, það fólk þá líka íbúðir, þannig að hér ættu við sannlega verið að ræða útlendinga. Í samhengi við það að allar þessar ákvarðanir spila alltaf saman. Þú tekur veðjar svona markvisst á eina atvinnugrein og hefur enga skýra stefnu það hver æskileg mörk þarna. Þá hefur það áhrif á húsnæðismarkaðinn og það þá skiptir, það getur ekki bara verið svarið að ræða lóðir og ég sammála því að ég á því að vaxtastigið hafi þetta mjög mikið að segja en það ekki eina breytan og það ótrúlega lítið rætt það að við erum heimsmeistarar í fólksfjölgun og það þessi atvinnugrein ekki síst. Þetta hefur mikil áhrif á húsnæðismarkaðinn. En var veðjað á ferðamennsku? Var þetta ekki bara eitthvað sem eiginlega bara gerðist? Hver stefna ríkisstjórnarinnar? Bara EasyJet sem ákveða að byrja flugvinga og þá allt í einu varð Ísland og króna veik. Við erum með ráðuneyti í ferðaþjónustu og ferðamála og það í því felst líka að hafa einhverja hugmynd það hvar liggja mörkin? Hvernig stýrum við því? Mín persónulega skoðun svo að ferðamennskan hefur marga kosti og þú segir allir ekki væntum hana og til dæmis hún hefur leitt af sér að það töluvert betra úrval á veitingastöðum allt land heldur en var áður. Og við heldum sem meðvitið fullt af jákvæðum hliðaráhrifum en hins vegar þetta í rauninni þannig erum við að fjölga láglaunastörfum og ég kannski ekki endilega á því, ég miklu hlindari því að fara frekar í uppbyggingu á okkur iðnaði eða landeldi eða sjókvíeldi eða whatever það eru vel launastörf. Algjörlega og það hefur síðan líka áhrif á vinnumarkaðinn að þegar að innflytningur á láglaunastörfum þetta mikill, það hefur áhrif líka á aðrar greinar. Þannig minn punktur bara risastór breyta sem hefur áhrif á húsnæðismarkaðinn, sem hefur áhrif á alls konar innviði hjá okkur, grein sem sannlega skilar miklum tekjum, en aukaverkefnirnar eru mjög margar og það eiginlega ekkert rætt það. Þannig að þegar við ræðum útlendinga og útlendingapólitík þá þurfum við líka ræðum ferðaþjónustu. Já, og þarna erum við líka með ákveðin hóp sem eru svona farandverkamenn, sem ekki bara verkamenn, heldur líka farand fólk í ferðaþjónustu sem að kemur hingað til skemmri tíma, hefur lítið félagslegt bakland og lítið félagslegt aðhald sömuleiðis og það hefur líka ákveðin áhrif inn í samfélagið. Þú ferðin í grunnskólana og tala við kennara eða fjölbrautaskólana eða menntaskólana þá tala þau alveg það að því fylgi álag að vera með nýja nemendur sem eru að koma til landsins, tala ekki íslensku, tala mögulega heldur ekki ensku og vilja bara fá stuðning við það að geta sinnt þessum börnum betur. Þar ekkert verið að tala börn hælisleitenda eingöngu, heldur bara það að það þungi í kerfinu og þannig við getum ekki bara rætt einn anga málsins og við getum hliðar langt stærri breytum. Þannig að innviðinir hafa ekki vaxið í takt við fjölgufólks. Þeir eru vanræktir, alls ekki. Og svo með húsnæðiskerfið það sem við erum að tala að þeir sem þetta 25 milljónir að fólk að kaupa sér húsnæði og á einhverja peninga og svo farða lán og eitthvað svona og svo tekið 25 milljónir ofan á sem ykkur bara brask og skattlagningarkostnaður sveitarfélagana við að selja það og þetta peningur sem að fólki á að borga næstu 40 árin á hæstu vöxtum í heimi. Þetta náttúrulega svo idiotískt kerfi að leggja þetta á ungt fólk sem að reyna að koma sér upp húsnæði að ég meina hverjum datt þetta í hug? Að byggja upp húsnæði með það með að hagnast á því. Er það sem stakk í lagi? Þarna inni skattlagning að líklega út af skertum tekjustofnum sveitarfélagana þá fara þeir að selja landið í staðinn fyrir útlötaði og það skattlagning sem leggst fyrst og fremst á þá sem eru kaupendur og fyrst og fremst á sem eru nýjir kaupendur sem ekki voru múin að kaupa áður en þessi breytingi gerð. Þannig þetta skattlagning á ungu kynslóðina og barnakynslóðina og hún þarf að fá þakka lán fyrir þessu, hún á ekki peninga fyrir þessu og hún á að borga þetta á hæstu vöxtu næstu 40 árin. Þannig þetta orðið bara byrði hver mánaðamót út af bara heimskulegu húsnæðiskerfi sem að markmiðið ætti náttúrulega að hafa örugt og ódýrt húsnæði handa öllum en ekki óörugt og dýrt húsnæði handa fáum. Þannig að ég næ ekki, er þetta ekki máli sem að Bjarni segir það sem við verðum að gera? Við erum að laga húsnæðismálin og húsnæðismálin. En þar ég veit að þú varst að tala um að eftirspurnin, við gleymdum henni, en framboðið auðvitað helsta vandamál núna og það ýmislegt að gera til að liðka til fyrir því.
það bara byggir upp. En ef þá tala sko erlend fólk í getur ekki bara rætt annan þáttinn. Nei, ég var að segja, ég alveg sammálaður því að eftirspurnin skiptir máli, en það framboðið sem við vandamla núna, það ekki verið að byggja nóg, það bara staðreynd. En ef það á að gera samansammerki á milli þess að koma erlends fólks hingað til lands, sé að setja álag á kerfin, á innviðina, að þá fullkomlega eðlilegt að ræða en ferðamanna iðnað og hvernig ætlast til þess að húsnæði fari til ferðamanna, þannig að þetta bara mjög skökk myndi, við erum alltaf að tala þú veist, helst ákveðna hópa og undanskiljum aðra, þannig að ég vildi nefna það mikilvægt að það sé inn í þessari umræðu. Þannig eru stóru tölunar. Við byrjaði að tala um Bjarna og stöðu hans sem náttúrulega frétt vikunar að Bjarni sé fjármálaráðherra. Mér líður þess að því 3 vikur sem þetta gerðist, það búið svo mikið fréttum. Allir eru sammála. Við líðum halda áfram að tala. En eru þið ekki sammála því? Mér líður þess að því svona 3 vikur síðan að hann var forsætisráðherra, búið að vera svo mikið í fréttum. Það er eitt sem ég skil ekki sem ég sá til pólitíska taktík. Að því að forsætisráðherra er sá sem að þarf að halda ríkisstjórninni saman. Það er eiginlega sá sem að missir möguleikan á því að tala fyrir hönd síns flokks og verður eiginlega að tala fyrir hönd allra flokkana í ríkisstjórninni. Það er hans verkefni að ná svona sáttum. En hann mætir, af því að líklega er bara sjálfstæðismenn búin að bíða svo lengi eftir að fá forsætisráðherra, þeir eru bara glaðir yfir því og nú ráðu við, en það gengur ekki alveg upp. Því að raunverulega þýðir þetta það að Bjarni eiginlega gengur svolítið tilbaka sem formaður sjálfstæðisflokksins og byrjar að passa það að VG líði vel í ríkisstjórninni og hann er ekkert að gera það. En hann sagði hann er alls ekki að því. Hann sagði eitthvað í ræðinni, eitthvað ég ætla að berjast fyrir því að öllum, nú man ég ekki orðarétt, eitthvað öllum flokkum ríkisstjórnar eitthvað líði vel eða fá að dafna. Hann sagði eitthvað svoleiðis. Það er verkefni. Ég held bara þetta að segja að hann oft talaði fyrir árin fótboltinn byrjar á sumrin, að tala ótíma bara spár, hvernig sumarið höfður í eftirdeild í fótbolta. Ég held að það sé ekki alveg tíma bara þetta kveða upp dómum þetta. Það er bara svo gaman að spá. Jú, en sjálfsögðu, en þetta náttúrulega bara fabuleikar alveg núna, Þetta eru allt bara fabuleikar. Við viljum ekki slökkva í öllum spjalláttunum spárnar. Sérstaklega í svona upphafi að þá er hægt að tala þetta það sem allt er opið. En maður velti samt fyrir sér þessari stöðu, eins og ég sagði áðan, þessi vika var eiginlega svona niðurlæging VG og opinberaðist endanlega í mínum huga. Mér fannst þetta bara svona pólitískt mjög vond vika fyrir VG. Myndin sem að var ég sá hann inn á stjórnarráðsvefnum þar sem að Katrín Jakobsdóttir afhendi Bjarna Benediktssyni lyklavöldin í forsætisráðuneytinu. Ég held að þetta sé mynd sem verður ekki upp á vegg á VG. Ég var að rifja upp myndbandið þegar Katrín Jakobsdóttir 2017 tók við lyklunum af Bjarna. Þau voru bæði svona flissandi og rjóði í vöngum. Þetta var þetta myndband er mér mjög minnistætt og stemningin, munurinn yfir í myndbandið í síðustu viku þegar Katrín afhendir Bjarna svo lykilinn af forsætisráðuneytinu. Það hefur svo þetta var mjög áhugavert einhvern veginn að sjá samband þeirra tveggja, besti samstarfsmaður sem hún hefur haft að hennar sögn. Og það sem gerist í síðustu viku líka er að það verður eitthvað svona vandræðagangur, hver er í rauninni leiðtogi Vinstri grænna, af því það er einhvern veginn enginn sem gerir ráð fyrir að varaformaðurinn sé leiðtogi Vinstri grænna. Það er alltaf verið að segja hans í starfandi formaður, hann er formaður. Hann er formaður. Ótrúlega niðurlægjandi. Hún er farin, Katrín er farin, hann er formaður, en það er alltaf verið að tala um Svandísi. Hún er auðvitað formaður einhvern veginn og þetta verður eitthvað svo vandræðilegt og svo kemur Bjarni og hann er einhvern veginn ekkert að reyna að láta eins og hann sé að tala fyrir hönd þessara 3 flokka. Hann er bara að tala fyrir Sjálfstæðisflokkin. Hann er að tala inn í sinn flokk og þarna stendur VG og einhvern veginn þetta verður eitthvað svo fyrir þau og fyrir Svandísi sem að talaði það einu sem skiptir hérna máli er að við endan situr sósíalisti og kona það er það einu sem skiptir máli varandi þessa ríkisstjórn, þannig að hún réttlætt stuðning sinn. Ég var til ég að bara fara hérna með mikrofón á þingmenn VG, bara hvet fjölmiðlafólk til að gera það og spurja bara Bjarna Jónsson og Orri Páll er auðvitað vissulega svona mjög diggur, en spurja bara aðra, Jódísi og svona, hvernig líður ykkur?
styðjið þið þessa ríkisstjórn? En þeir komu svo upp með að segja bara, já, ég ætla ekki að tjá með þessu sinni, ég þarf bara að setja mig inn í hlutina, ég var að setjast inn í þetta ráðuneyti. Já, en ég meina bara almenna þingmenn, Steinunn Þóra, Jódís, Bjarni Jóns. Ég meina, við vitum að Jón Gunnarsson styður ekki. Brynjar auðvitað varaþingmaður. Hann er ekki á þingi. Nei, en hann er varaþingmaður. Ég meina, hann vil ekki sjá þessa ríkisstjórn. Ég meina, það er bara fólk að inni sem var bara... Ég hlusta á hann í podcasti daginn, svaraði sko að hann væri hættur að þykja boð að taka sæti sem varaþingmaður því hann var svo óanæður. Þú veist að þegar sitjandi þingmaður fyrir út og þá... En talandi Jón Gunnarsson og Brynjar... Okkar bestu bræður. Þannig að svo ég klára þetta, ég held að þetta sé bara svona að það hefur verið gefið loforð, leifum Katrínu að klára kosningabaráttuna og svo bara, þú veist, það er það sem ég held að muni gerast. Það séu öll svona lojal gagnvart Katrínu. Það er svo ofsalega lojal gagnvart Katrínu að styggja ekki fórseta frambóð Katrínar. Og þar er hún í frambóði sem fulltrúi í ríkisstjórnarinnar. En mér finnst ekkert óeðlilegt að staða þeirra síðan þrengri í þessu samstarfi núna, menn að þau voru með embætti forsætisráðherra. Forsætisráðherra var ekki trakin í burtu, hún valdi að fara. Og það er auðvitað ekkert bara högg fyrir Vinstri græn heldur ríkisstjórnina alla. Hún er svolítið identity þessara stjórnar. Og þannig er það auðvitað bara alltaf með forsætisráðherra, þannig við veist ekkert skrítið að hinni flokkarnir tveir hafi notfært sér það að þau standa eftir á brauðfótum í samningagerð og einhvern veginn hinni flokkarnir verðist hafa nýtt sér það mjög rækilega. Ég meina, breytingar á fiskveiðistjórnarkerfi, við getum bara gleymt því. Auðvitað getum við gleymt því. Ég meina, Sjálfstæðisflokkurinn eins og stóð á forsíðu heimildarinnar bara Bjarni vann. En þeir nefndu hann Jón Gunnarsson og Brynjar og við þekkjum þess að svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, en að hóp, hægri hluti, hægri flokksins, ég veit ekki. Fúlukallarnir. Íhaldskast. Og ég meina, við þekkjum það bara undanfarna mánuði að bara Sjálfstæðisflokkurinn er engu fram með VG í ríkisstjórn. Það hefur verið svona tónninn á þeim og það hefur verið hvatt það að sprengja ríkisstjórnina og mögulega efna til kosninga en allt eins taka Viðreisn, Flokk fólksins, meðfyrir Miðflokkin uppi og það voru viðræður, það voru einhverju sendir að tala við ykkur. Það voru auðvitað einhverju sendir að tala við Ingu, því að viðtalið á stöð 2 við Ingu þarna ætla það ekki verið á sundarskvöldið eða eitthvað, nei á föstudags- laugardagskvöldið, að þá var hún eiginlega bara vísa í slíkar umræður að hún gæti varið ríkisstjórnina einhverju vantrausti gegn því að fá tiltekið máli gegn og þinn formaður hefur sagt frá því að það var verið að tala við hana. Já, hún hefur sagt frá því að það var það voru símtöl frá hverju? Úr þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Frá óvanegu kollunum? Nei, það held ég nú ekki, þeir eru nú ekki umbútið þess. Ég menn nú að gera athugasemd að sé verið að kalla Jón Gunnarsson og Brynjar Níelsson einhverja fúla kalla. Þeir gera það sjálfur. Þeir eru nú með hressari mönnum sem ég þekki sko. Já, ég er svo sérstaklega Brynjar, hann er þetta mjög hress. Og Haraldur Benediktsson, þar sem þeir fóru og áttu bjúu saman. Mynduðu sig. Svörtur rosabjú. Ég er bara alltaf viðurkenna, ég er bara dálítið hrifin af fúluköllunum sko, þegar birta þessar myndir og svona, það má alveg hafa mjög gaman af því, þannig að við bökkum með þetta. Ég bara er að vitni þá. Já, nákvæmlega þeir kalla sér þetta sjálfur. Það er eitthvað sendur að tala við Viðreisn og Viðreisn segir eitthvað, að gera eitthvað kröfur. Og hvaða kröfur voru það? Ég held að þetta hef ekki verið komið á neitt það stig að það væri verið að gera kröfur. Það voru þetta viðræður í gangi. Mér finnst reynda pínu fyndið að tala viðræður hjá starfandi ríkisstjórn. Sem að tala aftur þennan titil starfandi formaður Vinstri grænna og allt þetta en það er alveg rétt, Þorgeir hefur sjálf upplýst það að það voru símtöl til þess að kanna það hvort það væri salur fyrir því að stíga þá upp í þessa ríkisstjórn væntanlega þá til þess að VG fari út og ég held að Inga hafi nú upplýst það sama. Sigmundur talaði einhverjum fréttaþættum það að við þessar aðstæður og þá færi þetta bara símarnir allstæðar á stað. Þannig ég held að það sem mjög illa varðveitt leyndarmál að Sjálfstæðisflokkurinn var alveg úti með ángana að þreifa fyrir sér það hvort að þetta gæti orðið. Hún sagði okkur frá þessu og ég geti þetta ekki svarað öðruvís en bara fyrir mig sjálfa en fyrst, þetta er ríkisstjórn sem hefur verið starfandi í næstum 7 ár. Ég er þeirra skoðunar lífslíkur hennar núna séu ekki miklar. Ég get ekki séð hvernig það hefði átt að vera vænlegt
fyrir Viðreisn að stíga upp í þetta pólitíska þrotabú. Og verða öndunarvél þessara stjórnar. Gætu þið ekki hjálpað Sjálfstæðisflokknum við að ná árangri í innflytjendamálum, orkumálum og verðbólgunni frekar heldur en VG? Gætu við? Ég held að allar ríkisstjórnir séu betri með Viðreisn innbyrðis, en mér fannst þetta mjög lítil þokkafull pæling. Það var líka rætt það að á móti hefði Framsóknarflokkurinn kröfur hans hefðu vaxið við þessar tillögur. Að ef það ætti að henda VG út og taka nýjan inn, að þá hækkuðu kröfur. Að því svo mamma bara kannski til að vera sanngjarn gagnvart Sjálfstæðisflokknum að snerist þessi símtil kannski bara það að reyna að styrkja sína samningsstöðu gagnvart einmitt Framsókn. Var þetta bara Bjarni að spara sig til að fá meira? Ég veit það ekki, en ég held að sé mikil, of mikið í það lagt að vera að tala um einhverja viðræður. En hvernig virkar þetta ef að kæmi einhver nýr flokkur inn og annar færið, hvernig Það er bara eins og núna. Það er bara eins og gerðist á Fljótsdalshéraði, þetta gerist í bara nýr meirihluti. Og það sem gerist síðan er að sá flokkur deyr í næstu kosningu. Það er yfirleitt svoleiðis. Það verður slökkt á þessar öndunarvél sem færð þarna inn. Það er, mér heyrist það Sjálfstæðisflokkurinn er mest spennandi fyrirbrigðið í stjórnmálunum í dag. Hvernig honum líður, hvernig hann sér þetta fyrir sér, hvernig hann ætlar að vera bæði með kröfurnar og að halda ríkisstjórninni saman. Hvernig staða Bjarna breytist. Það hlýtur að vera einhver umræða inn í flokknum, getur við farið í einu kosningar með Bjarna, Er hann líklegur, eins og talaður, er hann líklegur til þess að afla? Það hlýtur að vera, ég meina ekki nema að sé bara eitthvað mjög furðulegt fólk inn í Sjálfstæðisflokknum. Það hlýtur að vera stór hópur sem segir nei, við ættum eiginlega að fríska okkur aðeins upp og mæta með nýja forystu, en nú allt í einu komið formann, hann er forsætisráðherra og það er ekki hægt að breyta. Það hlýtur að vera vísbendingum hann ætla að leiða í næstu kosningum. Það eru náttúrulega aðalega þess fólk utan Sjálfstæðisflokksins sem er að tala á þeim nótum sem vorum að heyra hérna. Ég er alltaf að hugsa þetta svona, en þú veist, Gulli bauð sig fram á mótunum síðast. Af því hann aflar ekki. Þetta er bara fyrir 40% atkvæði. Já, þetta er bara líflegt stjórnmálastarf inn í Sjálfstæðisflokknum og ég meina bara kjósa fínt. En ég sá þetta gerast, þetta getur ekki verið vísbendingum annað en að Bjarni ætla að leiða flokkin áfram í næstu kosningum. Annars var hann að eyðileggja, að tóma, taka þessa stöðu, hætta svo við og skilja þá þann sem á að leiða flokkin eiginlega svona. Hvað sagði hann, þarna Anti-Jóhann setningin, minn tími er ekki búinn eða eitthvað? Minn tími er ekki liðin, það er ekki góð setning. Já, minn tími er ekki komin eða eitthvað þannig. Nei, ekki liðin. Já, hann ætti helling eftir. Já, pólitískir andstæðingar Bjarna er náttúrulega búin að vera að spyrja sjálf sig í mörg á núna hvernig hann ætlaði eiginlega að hætta. Þetta er ekkert maður sem er að hætta. Ég er algjörlega sammála Þórði í því og þetta er hvorki skilaboð hans nýja flokksins að hann sé nokkuð að fara Svo getur það þetta gerst að væntanlega er Sjálfstæðisflokkurinn og ríkisstjórnin öll að veðja á það að með því að kaupa sér þarna einhverja 15, jafnvel 17 mánuði að þá styrkist staðan í millitíðinni og þeir flokkar sem er að toppa núna þeir farið niður. Líka bara ef þú ert í stjórnmálum og auðvitað tekur bara forystu í ríkisstjórninni og þú tekur bara það verkefni ef það er í boði. Auðvitað gerir það og þú segir að þú vildir ekki fara í stjórn, auðvitað vildir fara í ríkisstjórn. Ég vil bara ekki fara í þessa ríkisstjórn. Þetta var ekki þessi ríkisstjórn, þetta væri önnur ríkisstjórn, Nei, hún væri það nefnilega ekki. Það var punkturinn. Þetta er pólitískt þrotabú, það var ekkert nýtt að vera þarna til, heldur var þetta má bjóða ykkur að skríða upp í þetta gamla rúm og bara Hvenær verður kosið? Ég held að og nú ætla ég að því þú sagðir vært mikið þetta verið ótíma bæra spár en það er bara svo gaman að spá. Ég sé það ekki gerast að hún fari mjög langt og ég held að það verði þannig að Vinstri græn mun á einhverjum tímapunkti bara sprengja inn í haust. Hún hefur lifað margt þessi ríkisstjórn. Hún hefur verið lamin og alltaf verið að spá henni dauða. En þá var Katrín. Svo fer Katrín og þá getur hún dáið. Ég held að Bjarni getur ekki leyft það að hann komið hann inn. Hann var með 8 mánuði síðast þegar hann var forsætisráðherra. Hann getur ekki stýrt í hvað aðrir sprengja. Ég held að eina lífsbjörg VG sé að Svandís taki við, fari aftur í ræturnar, geri VG aftur að svona feminískum umhverfisflokki. Aftur í svona 7% stilki. Og
já, það er meira en flokkur ég meina þið tóku þarna smá rönn með Katrínu ég held að það sé sénsinn því að það er svo sannarlega pláss á markaðnum eins og Þorbjörg kom inn á áðan fyrir svona róttækastefnu eins og Svandís hefur talað fyrir. Það er náttúrulega held ég dálítið kjarnapunktur í tækifærum fyrir Vinstri græn sem haldi áfram að vera spá að samfylkingin er algjörlega búin að yfirgefa vinstrivængin. Það er pláss meðal annars út frá þessum 3 áherslupunktum ríkisstjórnarinnar núna, útlendingamál, orkumál, efnahagsmál, samfylkingin er búin að yfirgefa vinstrivængin og þar þá gæti verið pláss fyrir svona old school vinstri. Mér finnst það tvíþætt með hvenær verið kosið, annars verður það held ég að þau vilja bara einhvern veginn halda stöðunni og valdasætunum eins lengi og þau geta, af því það er náttúrulega slæmt að þau fara eitthvað, þú veist kannski í kosningar og með stöðuna núna, en svo finnst mér líka eins og þau séu með svo mikið trú á eigið ágæti að þau hugsi bara eitthvað, já, ef einhver springur þessar ríkisstjórn þá erum við bara tilbúin, þú veist, við erum bara með svo gott fylgi og við erum bara að sannfæra fólk að kjósa okkur aftur og eitthvað svoleið, þannig að mér finnst þetta tvíþætt, eru þau já, svona hrætt við að fyrir kosningar eða eru þau með það sterkt sjálfstraust þessir stjórnarflokkar sem að líta einhvern veginn svo á að þeir eru bara rétt á því að komast aftur valið að halda áfram núna held ég hefur náttúrulega mjög mikið hræðsla við kosningar. Já, og sjálfstæðisflokkurinn mun ekki sprengja af því að það er ekki gott fyrir Bjarna að vera með 3. ríkisstjórnina sem að springur hjá honum. Mér finnst það augljóst að sjálfstæðisflokkurinn hefur metnað til að fara inn í þeir vilja klára, en ég held að þessi eina líflínan fyrir VG er að sprengja á einhverjum tímapunkti. Ég held að það sé bara góð regla að hafa kosningar á 4 ára fresti. Þið eru ekki mjög góð í því. Nei, ég meina við fórum inn í pólitískan óstöðuleika eftir hrunið, það var kosið 2009, 13, 16, 17. Ég myndi segja að það sé þó að kannski það sé ekkert allir í skíunum með þessa ríkisstjórn, þá held ég samt að við hefum ekkert verið að stytta kjörtímabilið nema bara algjörlega í fullan hefana. Já. Svo sagði 7% með VG, en í stjórnarandstöðu við ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 2013-2016 þá fór fylgið upp í 25%. Já, það var með Katrínu í forsvari. Svo fór VG í ríkisstjórnarsamstarf við Sjálfstæðisflokkinn og komið með 5%. Katrín var alveg að boða stefnu Vinstri grænna á þeim tímapunkti þegar hún fór upp í 25%. Svo hætti það þetta. Það eru allir flokkarnir í ríkisstjórn að mælast með minna fylgi núna heldur en þau fengu í síðustu kosningum. Já. Ekki bara VG. Mestu munar hjá Framsókn. Já. Þeir eru búin að missa 60% af kjósendur sínum. Já. Þetta fóruðu náttúrulega upp í bara eitthvað rugl og ég held að það sé sá flokkur sem er minnst líklegur til að geta endurheimt. Sitt fylgi. Já, af því þetta var ekki svona raunfylgi. Sjálfstæðisflokkurinn getur það, ég held meira að VG getur það, Framsókn á einhvern stabba en þú veist þau fitnuðu á fylgi sem var ekki þeirra. En það er bæði vont að vera með minna fylgi heldur en í kosningum, en hjá Framsóknarflokknum bætist það við að enn verra er það að miðflokkurinn mælist með miklu meira fylgi heldur en Framsókn. Það er bara óþolandi. Mikil ógn. Það er svona svipað og Viðreisn var í stærri en Sjálfstæðisflokkurinn. Já, mitt. Eitthvað var bóðið heim, svolítið... Já, en það vill gleymast að því síðan er hérna þetta hluti af sögunni hvernig flokkurinn var til á sínum tíma, en meiri segja þá 2016 er það bara ekki rétt að allir sem komu inn í Viðreisn hafi verið í Sjálfstæðisflokknum og síðan er bara komin kynnslu af fólki í flokknum, unglegar og aðrir sem hafa aldrei verið í einum öðrum flokki og bara tengja ekkert við einhverja rimmur og erjur í Valhöll einhver tíman. Þannig koma heimsamtalið er svona það er bara einhver stabbi þarna inn í Viðreisn, það skilur bara ekkert hvað er verið að tala. En er það ekki það sem að Sjálfstæðisflokknum vantar? Er formaður sem að nær fólki aftur heim, býr aftur til svona big tent flokk? Það sem að eru margar í vínu... Sjálfstæðisflokkurinn er þannig núna. Þetta er þetta segja sér ekki big tent eða svo kallara en með fúlukallana og fórstuna en það er Viðreisn farin og blásandi fundar með 3 daga fyrirvara og staðfyllum Hilton og landsfundinum næstu 3000 manns ég meina og þar er bara
mjög breytt svið á skoðunum sem fyrir fyrst þar, en auðvitað náttúrulega bara... Þetta meina alveg gefa Sjálfstæðisflokknum það að þetta fjöldarhreyfing. Já, en hann samt bara með 80%. Já, gefa það. Nei, menn hann var 80% núna. Já, en hann fær meiri í kosningunum, það alltaf svoleiðis. Ekki alltaf. Það eiginlega síðast... Samfylkingin fær ekki 30%. Nei, síðast þegar þetta var að þá, það var eiginlega eftir Panamaskjölin, þar sem að Bjarnar tókst að lyfta fylgi í flokksins, en annars þetta varla. Það bara eitthvað 2% kannski sem verður með við kosningar. Samfylkingin nefnd hún fær ekki það fylgi sem hún mælist með í könnunum, hún fær það ekki upp úr kjörgásunum. Það ekki. Nei, ég meina ég var bara eftir að sjá, ég meina þó að þú mælist með eitthvað fylgi 1,5 ári fyrir kosningar eða 16 mánuðum þegar það kosningabarátta þá þarf þetta að fá fólki til að mæta og ringja og tryggja það að það koma allir að kjósa og ég veit ekki hversu þú getur kannski sagt okkur meira það í hversu góðum tengslum Kristrún við Grassroots-flokksins sem þá kannski þessir sem mæta í kosningum og vinna vinnuna sko. Jú, ég held að það verði ekkert mál að hóa í fólk til að ringja. Það alltaf stemning þar sem gengur vel. Þar vil fólk vera í partíi. Þannig ég held að það verði nú ekkert mál. Ætlar þú að mæta að ringja? Já, ég meina, ég bara veit ekki. Það var ekki samfærandi? Nei, ok. Já. Nei, herðu. Þetta staðan. Það verður gaman að sjá næstu kannanir, ekki? Nei, við viljum sjá hverju stuðningu við ríkisstjórnina, hvort að hann var 31% þegar Katrín fór. Fáir trú á því að hann vaxi. Hver veit? Það alltaf einhvern veginn ástandi í dag, það eins og að sé bara líklegt að hvað sem gerist, sko. Ég orðið bara komin á þann stað, ég veit ekkert sem hvað í gangi, sko. Já, en það eru forsetakosningar. Ég hefði aldrei haldið að hinni flokkarnir myndi samþykkja Bjarni yrði forsætisráðherra. Ég hélt að málamiðlunin yrði Sigurður Ingi. Og ég hefði aldrei haldið að þeir myndu treysta Sigurður Ingi og Framsóknarflokknum fyrir ríkis. Nei. Það held ég að sá hluti umræðanar að fá of lítið vægi. Framsókn fær alltaf of lítið vægi í umræðinni. Viðbrögð almennings eru þau sem þau eru það að Bjarni Benediktsson sé orðinn forsætisráðherra en svona þú veist, inn í þinghúsi þá er þetta alveg jafn stór tíðindi að bara við erum í verðbólgu og við erum í bara sprengiháum vöxtum hér, það þarf að fara varlega og svona, þú veist, til hleypti Framsókn þarna inn og sem gríðarlega valdamikið ráðuneyti og miklu valdameira ráðuneyti heldur forsætisráðuneytið Líka til að hafa bara verið að nota jöfnunarsjóðin svona þegar ekki fengið sitt í gegn við ríkisstjórnarborðið Þegar forsætisráðuneytið sömuleyti bara svona áhrifavaldsembætti, það er ekki mörg verkefni en efnahagsmálin ekki lengur undir forsætisráðuneytið. Hann með mannréttindi og jafnrétti. Þú veist, þetta eru flokkarnir og ólíkar stefnur, en svo má held ég ekki gera lítið úr því að bara hver eru karaktereinkenni þess sem fer með embætti forsætisráðherra. Og ég held að sé augljóst mál að stjórnunarstíll Bjarnar Benediktssonar og Katrín Jakobsdóttur ekkert alveg hinn sami og það eru þetta hluti af þessum viðbrögðum. Þannig ég ekkert vissum að hann muni stilla sér þannig upp á sviði að hann sé svona bara verkstýra öðrum og sjálfur passífur. Það held ég ekki. Það er annar maður í forsætisráðuneytinu og með annan stíl og annar áherslur. Það kemur í ljós á næstu vikum hvaða afleiðingar það hefur á pólitíkina og samfélagið. Það eru forsetakosningar, ég ætla að sleppa ykkur við að ræða þær og svo eru biskupskjör sem í gangi núna. Það kemur í ljós í hádeginu og þriðjudaginn hvort að einhver af þeim þremur sem eru á kjörseðlunum nær 50% ef ekki þá verður kosið aftur í annarri umferð og ég ætla að þakka ykkur fyrir Sanna, Þórður, Helga og Þorbjörg og ég ætla að spila núna viðtal sem ég tók við biskupsframbjóðendurna 3 Elínborgu Sturludóttur, Guðmund Karl Brynjarsson og Guðrúnu Karls Helgadóttur svolítið samfélagið, svolítið kirkjuna, svolítið hlutverk biskupsembættið, svolítið kristina og erindi kristinnar inn í samfélag sem er vitað af sundrungu og fleira. Við skulum heyra þetta samtal eftir örstulli. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum
eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, það biskupskjör framundan eins og svo sem diggir hlustendur Rauðaborðsins hafa orðið var við. Töluðum við alla þá presta sem að rétt upp hönd hér fyrir árinu og sögðu að þeim ósárt ef að félagar þeirra myndu tilnefna sig til biskupskjör. Og nú komið ljós hver verða í biskupskjöri og það fer fram 11. til 16. apríl í næsta mánuði eftir halva mánuði eða svo. Og þau sem eru í kjör hingað komin, Elín Borg Sturludóttir, dómkirkjuprestur. Sæll. Guðrún Karls Helgadóttir, prestur í Grafavogskirkju. Og Guðmundur Karl Brynjarsson, prestur í Lindakirkju. Kæra þakki fyrir að koma hingað. Já, takk fyrir að bjóða okkur. Já, og eiga þennan litla fund hérna við þetta Rauða borð. Þannig að því að þið hafi verið að ferðast svona landið að einhver leyti. Þau eru kannski bara hálfnuð í svona kynningarferð sem líklega skipuluð bara af kirkjunni. Og þá hittið fólk sem ég ætla ekki að segja brennur fyrir málefni kirkjunar en sem eru áhuga á því, koma til ykkar og eru líklega að lýsa yfir væntingum sínum til kirkjunar, áhyggjum yfir kirkjunni og öðru slíku. Og ég ætla að byrja á þessu, ekki að spyrja hvað þið viljið heldur, hvað þið heyrið fólk vera að segja svona sagt kirkjuna. Er fólk uggandi eða vil fólk sjá breytingar eða hvernig upplifið þið? Mér finnst nú bara allur gangur á því. Það sem mér finnst bara að vera kannski svona, það sem ég svona hnýt og svona mér finnst vera yndislegt hvað það eru margir sem að unna kirkjunni sinni og hvað eru margir sem að í raun og veru vilja bara láta muna sig á kirkjulegum vettvangi og leggja hart að sig til þess að skapa aðstæður vítt og breytt landi til þess að kirkjan geti starfað að bóðum fagnaðarerindi síns. Og þetta finnst mér athyglisvert en ég veitti líka eftirtekt á þessari ferð sem við erum búin að vera að fara að náttúrulega það skortir peninga og þar eru það sóknargjöldin sem hafa ekki skilað sér til sóknarna og það náttúrulega veikir rekstrar grundvöll kirkjunar. Hvað meinar það ekki skilað sér til? Að samningurinn sóknargjöld ríkið hefur ekki staðið við að skila sóknargjöldunum til trúfélagana, ekki einungis til kirkjunar heldur allra trúfélagana og þetta veldur náttúrulega heilmiklum vandræðum í rekstri safnaðana vítt og breytt landið. Og þetta ágefni vegna þess að söfnuðirnir, sérstaklega í fámenninu út á landi, að þeir hafa ekki peninga til þess að reka söfnuðina á þann hátt sem að væri æskilegt. Það dýrt að viðhalda mörgum kirkjuhúsum, margar af þessum kirkjum eru friðaðar. Það lítið af peningum til þess að borga fólki laun fyrir vinnu og þetta setur mikið strik í reikning sérstaklega landsbyggðarkirkjunar. Þannig að þetta var og auðvitað en það sem að uppúr stendur auðvitað að fólk auðvitað hefur væntingar þegar nýr biskup að taka við og finnst það spennandi að ræða málefni kirkjunar og mér finnst fólk vera mjög opið fyrir því og okkur hefur verið mjög vel tekið, finnst mér. En nú búið að breyta í kirkjunni þannig að biskupin hefur ekkert með peningan að gera. Þannig að það síst að biðja ykkur að laga þetta. Já, það svolítið svona tala og það kannski eðli svona samtala, það svolítið svona
gert ráð fyrir að biskupin verði bara einráður eða einráð, en það er svo sannarlega ekki þannig. Og þetta málefni kirkjuþings í dag, en við skulum samt ekki vanmeta sko áhrifavald biskups og það líka mjög mikilvægt. En varðandi þessar ferðir, þá, sko maðurinn minn búin að vera með mér í ferðalaginu og hann ekki jafn vanur og ég að hitta svona kirkjufólk og hann eiginlega snortinn yfir því hvaða mikið af fólki allt land sem að brennu fyrir kirkjunni sína og ég bara elskar kirkjunni sína og hefur svo mikið áhuga. En ég myndi segja það svona þrennt sem ég hef virkilega tekið eftir sem svona aðal, það sem, umkvörtunarefni, ef við byrjum á þeim. Og það í fyrsta lagi það náttúrulega peningamálin. Að það skortir peninga til að reka kirkjurnar. Fólk bara á ekki fyrir því að kynda kirkjurnar. Hvað það halda þeim við og jafnvel ekki ráða starfsfólk eða halda út í helgihaldi. Og það afleitt að skilja fólk eftir í stöðu að samfélagi hefur ákveðnar væntingar hvað kirkjan gerir og hefur enga burði til þess að sinna því. Og það eru söfnuð sem þurfa kannski að velja að hafa jólamessu eða páskamessu þetta árið. Það þetta og síðan það að fólk óskaplega þreytt á því að öll starfsmannamál kirkjuna meirum en að fara í fjölmiðla. Það eru skandalar, það ofbeldismál og annað og fólki finnst þetta virkilega erfitt og sárt og finnst einhvern veginn að við þurfum að fara að reyna að koma böndum á þetta með einhverjum hætti. Þeim finnst sárt að einhvern veginn þegar maður opnar fjölmiðla þá það ofta eitthvað leiðilegt kirkjuna. Þetta finnst fólki leiðilegt og vont. Og síðan vill fólk, það vill hafa biskupsembætti nær, það vill geta tala við biskupin, það vill einhvern veginn, að þetta sé aðgengilegra. Þetta þetta þrennt sem ég teki með mér frá sérstaklega eldhúsborðunum og sófaborðunum í þessu ferðalagi. Sem fylgja þessum ferðum. Já, svo þetta fyrir utan þessar formlegu spurningar. Guðmundur, hvað segir fólk? Fólk segir brímislegt, til dæmis let nú ágættur sóknandakona á Djúpavogi mig alveg heyra það þegar ég hringdi hana og sagði henni það væri nú tíminn til komin fyrir mann sem að væri að nálga 60 að ferðast loksins Austfirði og hún sagði, hvað sér, hefur aldrei komið hingað áður? Nei, ég sagði þetta eini landsfjörðungurinn og það finnst mér nú lélegt að þér, sá og Það varst ekki hissa hvað Austfirðir eru glæsilegir? Heyrðu, og ég keyrði það bara með 9 uppáhaldsstaður á landinu algjörlega, ég keyrði þarna austur, og ég bara sagði nú við hana því ég hitt hana, ég skammast mér bara eiginlega fyrir þetta og en ég hefði mig til málsbóta að ég gemdi mér það besta hann til síðast, það augljóst og hún var sátt við það en þetta svona það sem ég heyrði var algjörlega í samræmi við það sem að það Eilbjörg og Guðrún nefndu og það sem að hvað var það sóknargjöld og þá umræða alla sem alveg eilíðar umræða sem að við getum alveg eins reynt að spá fyrir bara hvenær verður næsta eldgos eða eitthvað þannig af því að þetta bara einhvern veginn svona, við veitum ekki hvað verður, þetta óvissu þáttur. Hins vegar höfum við úr jöfnunarsjóði að spila og það mikilvægt til dæmis að kirkjan bara mögulega endurskoði þann þátt þar sem að söfnuðir sem höllum fæti standa fái mögulega betri stuðning af okkar hálfu. Svo náttúrulega ráðdeildarsemi, hún skiptir miklu máli að horfa í hverja krónu. Ég meina það gera venjulega heimili. Ef þú sparar 100 áskallin þá græður 180 skall eða þannig og þetta þurfum við líka að gera. Við getum ekki bara beðið eftir því að fá allt upp í hendurnar í gegnum ríkisvaldið. Það væri frábært. Ég er ekki að lasta það. Ég er bara að segja hvað getum við gert núna. Og þetta gríðarlega mikilvægt. Og sömuleiðis eru alls konar möguleikar á fjáröflun eins og það til dæmis að ég man ekki hvað það kallast, það eitthvað fyrirtæki sem búið að opna þannig að þú getur safnað gegnum bara einfaldan QR-kóða og þetta á spjaldi uppi í andirinu í Lindakirkju og við erum að safna fyrir lyftu í turnin og náttúrulega í æskulýsaðstöðuna í kjallarann og bara þú veist á einhverjum tæpum hálfu mánuði og komið 70 skall inn
En má ég bæta hans ykkur mig? Vegna þess að sko, þetta alveg hárrétt, ég held við getum leitað ýmsar leiða til þess að afla fjár. En mér finnst það eðlileg krafa að staðið sé við gerða samninga og það er rétt sem Guðrún sagði að það eru þetta kirkjuþing sem fylgir því eftir en það er líka biskupsins sem sko æðsta yfirmanns kirkjunar að beita sig fyrir því og efla tengslin við þá aðila sem að hafa það í hendi sér og Guðrún Hafsteinsdóttir ráðherra lýsti því yfir þegar hún ávarpiði kirkjuþing þegar það kom saman í haust að hún hefði vilja til þess að vinna þessu máli og hún gerir sig grein fyrir því að þetta er brýnt fyrir söfnuðuna. Hvert málið fyrir þá sem ekki þekkja? Hvað það sem að ríkið er að svíkja sóknarverðum? Það er raunverð það er ákveðin hluti tekjustofnsins sem að fer til er sérstakur útreikningur það hvernig trúfélagsaðild er reiknuð og ríkið hefur tekið að sér fyrir all nokkru að gera það fyrir öll trúfélögin í landinu sko svo því sé haldið til haga. Og maður sér þetta bara Hagstofunni? Já og þess að þeir hafi ekki frá hruni skilað öllu gjaldinu heldur haldið hluta þess eftir og þetta þarf að laga og en ég er hins vegar sammála því að ég held að sé mjög brýnt að skoða það hvernig jöfnunarsjóður sókna getur komið til móts við í raun og veru fátækustu söfnuður landsins en það var líka annað sem ég heyrði á ferðminni Austurland eins og við vorum öllu þar að það er alveg gríðarlega víða á landsbyggðinni þar sem að til dæmis vel unnarar kirkjunar og fyrirtæki á stöðunum þar sem að gefa bara heilmikla peninga til kirkjunar til þess að sé hægt að laga gluggana eða koma upp nýjum bekkjum eða laga orgelið og svo framvegis. Þannig að nú þegar er fólk sem elskar kirkjuna sína að leggja heilmikið til. Þannig að og þegar við ræðum við fólkið í landinum, þetta er fólkið í söfnuðunum, þá það er endalaust af hugmyndum. Algjörlega. Og ég veit að fólk er á mörgum stöðum mjög viljugt til þess að byrja ykkur að vinna með kirkjunni til þess að bæta stöðuna og bæta fjárhægin því að við rekum ekki kirkjuna bara á væntumþykju en hún kemur okkur áleiðis. Og ekki bara á ríkisútgjöldum. Nei. Mér finnst þið vera að tala það að kirkjan ætti kannski að horfa til þess að söfnuðnir eða bara samfélagið myndi leggja til. Ég hef tekið þátt í svona félagsstarfi. Var eins og í stjórn S.A.A. Og þá var ég að segja að okkar hlutverk er að búa farvegur fyrir þá sem að vilja styðja samtökin. Og við höfum ekki að standa í vegi fyrir því með því að skammast okkur fyrir það að bjóða upp og þú mátt borga 3-falt og 4-falt félagsgjöld eða því að við eigum bara að búa til sem mestan farveg fyrir þá sem að vilja styðja samtökin hann úti og vera ekki fyrir. Og ég meina, ef ég væri í kirkju myndi ég láta baukinn ganga. Já, og ég held að við verðum, ég held að það sem við verðum að gera er að leita nýra leiða til þess að afla fjár og meiri tekna. Til viðbótar við það sem að kirkjunni raunverulega ber. Af því að líka við í sveitum landsins til dæmis, það sem eru til dæmis friðuð kirkjuhús, þær hefur fækkað, þannig að það eru kannski mjög fáir gjaldendur sem standa undir gríðarlega dýrum rekstri. Og það er líka annað hitt sem að því verður að halda til haga, að til dæmis kirkjan, þjóðkirkjan, hefur umsjón með stærsta hlut af menningararfi þjóðarinnar í byggingalist og það eru friðuðu kirkjunnar allt í kringu landin og það er náttúrulega alveg ótækt að það sé söfnuður sem eiga að vera í mannræktarstarfi og sinna trúalífi og sem fá þetta verkefni í hendurnar að gæta menningararfsins. Þetta er gríðarlegu baggi á litlum sóknum sem eru með litlar friðarkirkjur sem þarf að halda við. Og það þarf að finna nýja lausnir þessu. Og jafnvel dæmi það það er ekki einu svona hægt að sameina sóknir vegna þess að það er enginn sem vill sameinast sókninni sem er með friðuðu kirkjuna því það er svo mikill baggi að vera með hana. Akkurat. Nú þið öll úr svona stórum söfnuðum. Velstæðum, ekki? Kom einhver svona óvart hvað það er ólík skilyrði sem að... Ég þekki mjög vel það að vera í litlum söfniði sem hefur litla tekjur. Þannig að þetta kom mér ekkert óvart. Ég þekkti þennan veruleika. Þannig að þetta voru ekki nýjar fréttir fyrir mig, En staðan hefur líka breyst í stóru söfnuðunum. Hún hefur breyst mikið núna undanfarin ár og við í stærstu söfnuðunum hefur líka þurft að horfa í hverja krónu og erum núna einmitt að skoða hvernig við getum sparað þetta og hitt því að það dugir enga veginn sóknargjaldi
fyrir því að reka söfnuðinn. Því, já. Og það sama hefur upp á teningunum í Dómkirkjunni, Dómkirkjan hefur í raun og veru barist í bökkum vegna viðhalds á kirkjunni fyrir rúmlega 20 árum þegar að þjóðarhelgi dómurum var algjörlega tekin í gegn. Þannig að það var, kirkjan í grunninn frá 1796, þannig að þú getur séð í hendi þér hvað það dýrt að viðhalda kirkju sem meir en 200 ára gömul. Sko, nú ég frekar ungri kirkju, hún hvað 30 ára og nú komið tíma viðhald. Það þarf að laga það ekki. Þessari fallegu kirkju. Í þessari fallegu kirkju, einmitt. En við höfum svona gætt okkar á því að fara í viðhald strax, þannig að við lendum ekki í erfileikum síðar. En aðalatrið náttúrulega starfið. Það ekki húsið og byggingin. Þetta með að vera með kóða fram í andiri til að safna fyrir lyftinu og svona. Er þetta galli eða er þetta kostur í að fjöld? Er þetta bara gott fyrir kirkjuna að fara að hugsa það hvort þau að láta baukinn ganga? Mér finnst það bara gríðarlega mikilvægt og við höfum reynt að sína talsverðar ráðgjörðarsemi í Lindakirkju. Við erum enn að byggja en það hefur verið alltaf starfið og fólkið sem hefur verið í forgrunni hjá okkur. Til dæmis get ég nefnt að kirkjubekkirnir okkar, þeir eru bara endurnýttir kirkjubekkir og Keflavíkurkirkju. Og sömulegis restin af stólunum inn í kirkjuskipinu úr félagsheimili Kópavogs gamla og sömulegis altarið inn í kapellu, það bara smíðaborð sem að Ístak setti saman mjög veglegt og allt það en hefur alveg látið á sjá fyrir hamarshöggum og málíkaslettum en það altarið okkar. Þetta altarið og þetta borðið sem kirkjan smíðuð á, segjum við. Og eins og ykkur orðaði svo fallega að þetta altarið trésmiðsins. En sko, já þetta til dæmis eina af þessum leiður sem við þurfum að opna fyrir og hafa. Bæði að hugsa bara hvernig getum við haldið út í starfi og það spillir ekki að eiga glæsileg hús og falleg það sem gott að koma saman en samfélagið stóra málið. Tek undir það. Það talum það, hvað eru væntingar fólks samfélagið því að það eru þær breytingar að þið munuð síður það ykkar sem að verður biskup sjáum fjárhagsmál kirkjunnar heldur fyrir biskupar. Það þannig, ekki orðið bara framkvæmdastjóri kirkjunnar komin sem embætti. Og það líka bara ljómandi gott því þá sko það nú eitt af því sem einkennir góða stjórnendur. Það það að geta falið öðrum verkefni og stjórnendur ger ekki allt sjálfur, heldur fela öðrum sem þeir treysta að leysa úr málum og ég nú mjög fegin því ef að ég yrði biskup þá þurfti ég ekki að reka kirkjuna því að ég ekkert sérstaklega góð í því að reka einhver stóra stofnanir. Ég hef ekki droslega mikið vit á í raunum verið því. Ég betri í öðru. Kirkjugarðarnir eru bara meiri áttar hausverkur að halda utanum? Já, kirkjugarðarnir eru kannski annar mál. En það sama sagan upp á teinum það að fjármagnið sem hefur runnið til þeirra hefur dugað illa til þess að hafa umsjón með þeim og reka þá. Hvernig byggjum við samfélag? Samfélag, við sköpum náttúrulega vettvang til þess að koma saman og það það sem að kirkjan getur gert í svo ríkum mæli. Kirkjan á að skapa vettvang fyrir fólk að koma saman og til þess að skapa samfélag og það að dýrmæta og þar höfum við ótrúlega sóknartækifæri á vettvangi kirkjunar að skapa tækifæri fyrir fólk að efla samfélag sín í milli. Og nú verður það fyrst og fremst hlutverk biskups. Það að styðja og styrkja þetta samfélag sem í söfnuðum landsins. Biskup á til að mynda ekki að vera vasast í fasteignamálum og þess áttar enda ég hef persónulega ekkert sérstaklega mikið vit á því en það fullt af fólki sem hefur það og það líka mjög mikilvægt í kirkjunni eins og annar staðar að það sé ráðið fólk sem hefur þekkingu á því sem að það á að sinna. En núna hefur biskup meiri tækifæri til samvinnu, samstarfs og til þess að lyfta undir starfin í landinu og til þess að leiða kirkjuna bara sem góðu leiðtogi með því að lyfta fólki upp, ýta því fram og vera ekki einráður eða einráð. Það mjög mikilvægt. Mér finnst það alveg í rauninni frábært þetta nýja fyrirkomulag og þetta kannski svona það fiskabúr sem við sóknarprestar kunnum að synda í það að segja að kirkjuþing og þá nýkjörin stjórn kirkjunar farin að virka eins og sóknarnefnd og kannski framkvæmdanefnd sumra safnaða og
í rauninni ég ræði ekki einni einustu krónu í Lindakirkju hvert hún fer en orð mín hafa áhrif og það hlustað á það, já við skulum leggja peningi þetta og þetta og svo hefur líka sagt nei Gummi þetta gengur ekki sko, við erum ekki tilbúin að fara þarna en það gerist þú að sjaldan en það er sama, ég ræð ekki neinu og þetta er svo fátækt barn, þú kannt að biðja bara það sem þú færð en það er í rauninni sama fyrirkomulagi sem að verður núna fyrir nýjan biskup að vinna eftir, mjög svipað og það sem að við öll þekkjum. Og þetta kunnum við. Við kunnum að vinna með sóknarnefndum það sem að er verkaskipting og við höfum lagt mikla áherslu á það í mínum söfnuði að það er verkaskipting. Það er sóknarnefndin sem að heldur budduna og það eru prestarnir sem að leiða starfið. En við höfum áhrif. Það er aðeins áður fyrir út í samfélagi vegna þess að þetta eru breytingar og maður gæti alveg svona hugsa sem svo að ég meina kirkjuþing á eftir að bara eiginlega átta sig á ábyrgð sinni og þetta á eftir að koma form á þetta því að þó svo að biskupinn sé svona færður, hann eigi ekki að sjá peningana. En þá er það kannski eitthvað hans hlutverk að halda utanum að þessi svona breyting á innræðastarfi kirkjunnar sko gangi sæminlega fram sko. En auðvitað var það þannig, ég var nú í þeim starfshópi sem að undirbjó í raun og veru þessar skipulagsbreytingar og þetta nýja skipurit sem að það sem gert ráð fyrir að biskupinn hafi tóm til að sinna í raun og veru hirðishlutverki sínu og það var það sem að hugsunum var og var akkurat þetta sem við vorum að vinna með að þetta væri svona speglun á því sem við þekkjum bara úr söfnuðunum okkar og sko það er auðvitað þannig að biskupinn hann þarf að rækta kirkjuna inn á við og sinna og uppörfa vígðu þjónana og líka halda tengslum eins og við fundum svo vel þegar við fórum austur á land að efla tengslin við söfnuði landsins og síðan þarf hann að geta líka í raun og veru haft tóm til þess að tala til þjóðarinn út á við og það er þegar hann er leystur undan því að hafa áhyggjur af rekstri kirkjuna kannski að þá hefur hann tóm til að sinna akkurat þessu sem hann í raun og veru er kallaður til en enga síður þá auðvitað eru peningarnir lykillinn að því hvernig við stýrum starfi kirkjunar og auðvitað er ekkert óeðlilegt fyrir það að biskup Íslands hafi á því skoðun eða hann beiti eins og við höfum talað áhrifavaldi sínu í því hvert í raun og veru hvað er mikilvægast að leggja peningana og það er bara eðlilegt og það er eðlilegt og það samtalið þetta fer fram á kirkjuþinginu þar sem að það er ákveðið og þar hefur náttúrulega biskupinn líka greiðlegt áhuga og það náttúrulega er búið að vera að vinna þessu síðan 2019 og við erum búin að vera að vinna því alveg síðan þá að við fengum öll málefnin í okkar hendur, kirkjan, öll okkar mál, öll okkar fjármál og öll okkar innri mál. Við þurftum að semja starfsreglur meir og minna allt okkar starf. Og þetta er búið að vera erfið fæðing, þetta verður ekki verið auðvelt, þetta verður ekki verið átakalaust. En ég held að það sé bara mjög eðlilegt. Núna er barnið fætt, núna er þetta komið, nú þurfum við að hlúa því, við þurfum að sjá til þess að það vaxi og dafni og það er mjög mikil, og þarna hefur biskup mjög mikilvægur hlutverki að gegna, bæði að stuðla að einingu á kirkjuþingi og í yfirstjórn kirkjunar, en líka úti í söfnuðina og samfélagið og allt það. Já. Einingu inn á við og út af. Það er svona frasi sem segir að það er ekki til góðar og slæmar hugmyndir, heldur bara hugmyndir sem eru gerðar góðar og slæmar. Þannig að svona formulega ákvörðin það eftir að koma í ljós hversu vel hún reynist og það er, maður getur séð góða hugmyndir fara bara illa því að það er ekki einingin í hópnum. Nei, og ég myndi segja að væri mjög þakklátt fyrir nýjan biskup að við erum komin hingað. Því að, já, ef að fyrir tilnefning hefði ekki klúðrast, þá hefði ekki verið búið að samþykja endalegt skipurit áður en að kom að því að já, í það minnsta þangað sem við erum í dag. Ég held að það sé léttir fyrir okkur öll að þetta koma á þann staðum sem þetta komið. Og ég held að fylgiði mjög jákvæðar væntingar fyrir kirkjuna, að þetta sé gott að hafa þetta svona. Já, það er þakkarvert fyrir kirkjuþing og kirkjuþingsfólk að hafa einmitt komið þessum ágættu breytingum á leið. Á meðan það var að baksa við þetta þá hef ég bara haft áhuga á því að byggja upp söfnuð og kirkju og verið bara með höfuð og hjarta í því og ásamt góðu fólki og þess vegna langar mig að taka þá hugsunir inn í þetta jobb, ef það svo mætti segja, að í rauninni að
byggja upp innviðina eins og ég hef lagt áherslu á bara í mínum söfnuði. Ég er ekki að segja það að aðrir prestar gera það ekki, en það hefur bara gengið býsna vel hjá okkur og einmitt ánægulegt að sjá ávöxt sem að spretta upp að það eru stór hluti af okkar fólki sem að sækir messu, sko, hefðbundna sunnudagsmessu hjá okkur bara stórum hluta á aldursbilinu 20-40 ára og það æskan og það unga fólki sem við þurfum að ná til. Það sannlega við þurfum að hlúa að og styðja við fólki sem hefur áratugum saman verið að leggja til fjármuni og vinnu og allt það til safnaðar út á landi. Ég átti samtal við fullorðinn mann daginn sem hefur lagt mikið til og hann sagði, og það hefur gengið ágætlega, sko, söfnur þar, en það vegna þess að það ég og einn annar sem höfum bara haldið þessu uppi. Svo ákváðum við bara, heyrðu, við erum gamli menn, þetta gengur ekki lengur. Við verðum aðeins að leyfa samfélaginu að finna fyrir þessu. Og í rauninni, en það þetta sem að ég tel að sé mjög mikilvægt, það að byggja upp þetta innra samfélag og þar hef ég svona ágæta reynslu í að bæði skrifa og framleiða fræðsluefni og í rauninni á sínum tíma fyrst ég komin þarna að þá gerðum við þessa þætti sem ég nefndi nú í síðasta þætti hérna líka daginn í dag og það var algjört frumkvöðla verkefni. Í rauninni við vorum búnir að fjármagna dæmið nánast alveg þegar við komum til kirkjunnar og spurðum viljið vera með. Og í rauninni það þarf í rauninni að virkja þennan frumkvöðla þátt sem að sannarlega til staðar og við höfum svo mikla möguleika þegar fólk kemur að með frumlegar hugmyndir og hugsar út fyrir bóksið að þá getum við algjörlega náð augum og eyrum. Og það sem líka mikilvægt með unga fólki í kirkjunni það að það fái líka hafa áhrif að við förum að yngja upp í sóknarnefndunum og kirkjuþingi og allstar það sem ákvarðanir eru teknar. Þannig að má ekki vera bara þannig að við séum með svona entertainment fyrir unga fólkið. Heldur að unga fólki fái virkilega að vera með og kirkjuþingur auk þess búið að samþykja starfsreglu sem að ganga út á það að það á að vera ákveðið hlutfall ungu fólki allstaðar. Og ég hitti nú fólk úr yngstu sóknarnefndin á landinu á Reyðarfirði og þar voru 2 mjög ungar stúlkur í sóknarnefnd og þær höfðu svo sannarlega skoðanir á kirkjunni og ég held að skipti mjög miklu máli líka fyrir framtíðina biskup sé með ungt fólk sér við hlið sem að horfa áfram til framtíðar því að við erum öll hérna í kringu 55 ára og við erum ekkert endilega með putan á púlsinum á þessu öllu en við þurfum að kunna hafa fólki kringum okkur sem að þar. Það besta leiðin að hleypa fólki bara að borðinu sem ákvörðum tegnar. Annars verður það eins og feministar ástöðna í Sádi-Arabíu. Bara fyrir kallar. Við þurfum bæði konur og kalla og við þurfum ungt fólk og eldra fólk, við þurfum reynslu og við þurfum líka framtíðarsýn. Við þurfum þetta allt. Og við þurfum líka fólk með fötlun sem að þekkir það. Við þurfum bara, og fólk sem ekki Íslendingar upprunalega, þannig við þurfum að endurspegla það samfélag sem að við erum raunverulega. Þannig fáum við bestu hugmyndirnar í raun og veru og það til dæmis hafa átt sér stað sameiningar prestakalla síðustu ár og þar heyrði maður líka á þessari ferðurlandi að það skorti svolítið upp á samtalið og fyrir vikið misti þjóðkirkjan mögulega frábærum hugmyndum til að leysa hluti. Það var svona kannski tekið upp á landakort og sagt bara svona þarf þetta að vera, þetta ekki bara nægilega stórt landsvæði fyrir 3 presta eða hvað, en mögulega hefðu verið miklu betri hugmyndir hjá henni. Og þar kannski kemur, þar liggur kannski hundur grafin að þetta var ekki gert í þessar breytingur, voru ekki gerðar í nógu miklu samráði við grasrótina þar sem að fólk þekkti til og hafði kannski aðra sína á þetta heldur en þegar að hugmyndirnar eða ákvarðanir eru teknar fyrir sunnan. Algjörlega, það ekki alltaf gott að koma ofan. Þetta vandamálum alltaf, það svo mikið af fólki sem að veit betur. Og það svo mikla tilfinningar í þessu. Ég get nefnt sem dæmi þegar við vorum að byggjast áður við fórum að byggja Lindakirkju, þá heitti byggingarnefndin kirkjuráð og
einn kirkjuráðsmaður mætti með áklipp úr símaskránni kort af Reykjavík og bent á það, hérna Fellahverfið og hér Vatnsendinn. Þeir getur bara byggt hérna litla kirkju niður í Lindum og svo getur bara fólki á Vatnsendinum farið í kirkju Breiðholtinu. Heldurðu að Kópavogsbúar hafi verið til og samt þetta sömu hundaþrúin og þetta svo mikla tilfinningar. En við þurfum einmitt, að þú nefnir þetta, Guðmundur Karl, að þá þurfum við að fara að hugsa þetta í stærra samhengi fyrst mér. Eins og kom svo vel á fram á fundinum í gær. Við erum hérna til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, við erum með gríðarlega margar kirkjur og við þyrftum að vera að vinna miklu meira saman hér til þess að geta í raun og veru bent fólki á höfuðborgarsvæðinu á alla þá þjónustu sem veitt hér í höfuðborginni á í raun og veru lítilli þúfu í raun og veru þegar allir til skila haldið. Það eru engar jökulár, það eru engin fjallvegir. Við getum sótt yndislega stundir í Lindakirkju eða Grafarvogi eða Dómkirkjunni að burtséð frá því hvar við búum Reykjavík. Og hugsið ykkur hvað Grafarvogs söfnuður var framsýnn og það var nú fyrir mína tíð, ég þakka mér ekki fyrir það. Að byggja ekki aðra kirkju í þessu stóra hverfi. Það var raun og veru fyrsti söfnuðurinn sem að ekki gerði það og það var ekki átakalaust og það voru margir mjög á móti og fannst ætti nú að byggja aðra kirkju í hverfinu þegar vorum að nálgast 18.000 eitthvað svoleiðis. En það var ákveðið frekar að hafa 30 og síðan 4 presta í einni kirkju og nú erum við með kirkju og kirkjusel og þetta raun og veru módelið sem að kirkjan í dag að vinna eftir. Það að hafa fleiri presta saman, færri húsnæði og vinna yfir landamæri. Við getum séð þá samruna safnaða í Reykjavík og Höfuðborgarsvæðinu. Við gætum gert það, en kannski enn frekar meiri samvinnu og að koma því vel á framfæri hvað verið að bjóða upp á til gleði og uppbyggingar fyrir fólk. En haldið það sér hægt að þú varst að tala hann að fara yfir bæjarmörk, sko? Heldur að vera hægt að sameina að Seltjarnarneskirkja er ekki sem útibúr frá Dómkirkjunni? Já, Seltjarnarnesi var einu sinni hluti af dómsókn. Þannig að ég held að það sé ekki loku fyrir að skoti, ég er ekki að segja að ég er ekki að boða það, en ég held að við þurfum bara að leita allra leiða. Já, ég held að maður er að leita allra leiða til þess að hugsa þetta hvernig þjónum við fólki í samfélaginu best, hvað getur verið gagnlegt fyrir víða þjóna sem eru eflir þetta vígðu þjónustuna, eflir þetta þjónustuna fólki og hvaða ávinningur af þessu, auðvitað eru kostir og gallar við allt, en við þurfum bara að skoða þetta. Og hverfi fara líka svona í aldursveiflur og þá söfnuðir með sem að myndi kannski hjálpa þetta að vera í stærri einingar, ég veit ekki. En þarna er líka kannski mikilvægt hvort sem það eru sameiningar eða ekki, að fólk mitt á svona svipuðu svæði að við hugsum svolítið að við séum ekki öll að gera það sama. Það sé ekki 15 messur klukkan 11 á sunnudögum á mjög litlu svæði. Heldur sé ólíkt helgihald á ólíkum tímum og ólíkum dögum vikuna. Og þarna erum við virkilega byrjuð og það er orðið alveg óboðslega fjölbreytt í kirkjunni. Og það er svo mikið af fjölbreyttu starfi á öllum dögum. En vandinn er sá að fólk veit ekkert nógu mikið af því. Nei, við þurfum að koma sér betur á framfæri. Og það er okkar hlutverk að fara að koma svo framfæri. Söfnunni þurfa að koma sér betur á framfæri og kannski það er flókið í dag. Já, það er flókið í dag. Það verður erfiðara eftir því sem samskiptin eru auðveldari, því erfiðara að vera að ná til fólks. Þetta er bara miklu einfaldari í dag. Hvað er að tala um? Ég meina, við erum bara öll á sama stað líka, alveg sama hvar við erum. Hvar ert þú? Ég vil upp með neðurinn í símanum hjá mér. Þú horfir á annan heim þar heldur en ég. Þú horfir inn í annan heim heldur ég. Já, mögulega. Það er algoritmi, ég var með þetta vitna í fundinum í gær í ljóð í bók eftir mig sem er nokkur von til að einhver líti upp í heimi sem er ekki stærri en þumall. Og tilfellið er þetta að við ferðumst á puttanum inn í heima símans alla daga og þar þarf kirkjan að vera til þess að láta vita af sér og ekki bara til þess að auglýsa það er messa í Dómkirkjunni eða Seljakirkju eða whatever, eða fyrir ekki, það er konan sem sagði mig, þú mátt ekki vera að sletta svona Guðmundur, en allt í lagi, ég sagði þetta óvart, en þar ekki bara láta vita af helgihaldinu, heldur jafnvel að tala von inn í
hjörtu það sem eru bara, það sem myrkur Vantar netprestakall, ekki Auðvitað þurfum við líka að vera að boða fagnaðar erindið á netinu. En við þurfum hins vegar líka að kalla fólk saman því að það kemur ekkert í staðin fyrir mannlegt samfélag þar sem fólk situr við sama borð, við í rauðaborðið. Við þurfum bæði, við þurfum hvort ekki. Við þekkjum alveg vel umhverfi COVID. Þá byrjuðum við söfnuður að senda út messur og bænastundir og allt þetta. Við heldum því áfram og sendum út, streymum öllum okkar helgi, öllum okkar messum. Og það eru nokkrir tugir í rauntíma að horfa á og svo nokkur hundruð þegar líður á vikuna. Og það eru fleiri sem eru að horfa á þetta á netinu heldur en voru í salnum. Í raun og veru, en þetta hefur kallað fólk til kirkjunar. Það er fólk að mæta sem að kynntist í rauninni guðsþjónustunum okkar í gegnum netið fyrst. Og svo bara fjöldi fólks sem á bara ekki heimagengt og getur ekki sótt helgihald en vill gera það. Og því fólki hefur við líka að mæta. Það er alls ekki þannig að við séum að fara að búa til einhverja bara netkirkju en bara staðreyndin svo að við búum við þetta í dag, krakkar, og við þurfum að tala til fólks þar. Getum við öll verið með sjónvarpsmessu, við þurfum ekki að bíða eftir RÚV á sunnudögum, við getum séð það sjálf og þetta á kirkjan bara að ýta undir og styðja. Við þurfum auðvitað að leita margra leiða til þess að ná til fólks í boðun okkar. Þannig að Ef ég má taka eins og svo að tala safnaðarstarfið og ég býst við að þessu öll á því að eitt af hlutverkum biskups sé að ýta undir uppbyggingu safnaða og líklega bara fyrir svona miðstjórn kirkjunnar að skaffa efni og fleira sem hægt að nota til þess að sé sem öflugast safnalíf því að í söfnunum fer bara aðalstarfið fram. En síðan biskupinn kannski með svona sin eigin söfnuð, einhvern veginn sem eiginlega bara þjóðin og þarf eiginlega svona eins og svona annan vettvang. Það er ekki nóg fyrir hann að vera svona, það er ekki, hann á ekki að vera bara eitthvað svona í horninu fyrir prestana. Nei, auðvitað. Hann þarf að móta sin eigin vettvang. Annars vegar þarf biskupinn að lyfta undir og ýta undir allt þetta góða starf og lyfta upp þessu hæfileikaríka fólki, þessum mannauði í kirkjunni. Við erum með 150 guðfræðinga og presta og síðan til viðbótar djákna sem að geta og kunna sem margt. En síðan þarf biskupinn að vera önnur rödd til viðbótar út á við og nýta það vel. Og það er mjög mikilvægt að biskupinn nýti líka aðra miðla heldur en aðeins predikunarstólinn í einhver ákveðna kirkju. Hvað er það? Tölum það. Hvernig á biskup að birtast? Biskup náttúrulega með predikunarstólinn til dæmis í dómkirkjunni. Það er hans aðal predikunarstól og þaðan náttúrulega hann að tala til þjóðarinnar og stóru stundunum. Hann verður núna líklega á páskadagsmorgun. Stundum hlustar maður á það til þess að það er svona hans aðalerindi. En það ég vil að tala fyrir utan það, hvernig væri... Biskup náttúrulega talar úr predikunarstólnum og það er hans samfélagstorg og þar hann náttúrulega að tala til þjóðarinnar í ljósi kristinnar arfleifðar og túlkaritningarinnar. En svo þarf auðvitað biskup líka að tala í opinberu rými. Hann getur náttúrulega tala fyrir þeim gildum sem kirkjan stendur fyrir til dæmis á samfélagsmiðlum í opinberu umræðu og tengt sér við allt það fólk sem vill bæta samfélagið okkar og efla það og það góð gildi í samfélaginu. Þannig að hann á líka að tengja sig við aðra sem vinna að mannúð og mennsku og uppbyggingu fólks og standa vörð þá sem höllumfæti standa. Þetta er bara beinlínis skylda. Og hugsið ykkur sviðið og rými sem biskup fær í besta útsendingatíma í ríkisútvarpinu, bæði í útvarpi og sjónvarpi jólin og allt það. En síðan náttúrulega, við verðum að kunna nota alla þessa miðla. Það er Instagram og það er Facebook og það er podcast og það er TikTok og það er hitt og þetta og til dæmis, biskupinn á að nota Instagram algjörlega og getur fengið bara hjálp við það. Við erum með fullt af ungu fólki sem er sérfræðingar í þessu og við verðum að kunna nota þessa miðla og þannig líka mikilvægt að biskupinn fái hjálp og nýti fólk sem að kann þetta. En
því að sko predikunastóllin út allt. Hann ekki bara í kirkjunni þó það sé mjög mikilvægt. Já. Frekar við biskupinn heldur en venjulega presta, býstu við? Já. Hann hefur svona meiri plattform í samfélaginu. Já, mögulega, en nærsöfnuður biskupsins alltaf prestarnir og hinn vígastétt. Það að segja að standa þétta baki þeim og vera þeim til ráðgjafar, hals og trauss og vera það segja eðlilegt að hringja í biskupinn og hvernig hann, og málið það. Biskupinn, nefndi einhvern veginn að söfnuður biskupsins væri þjóðin. Það ég lít ekki svo á vegna þess að við erum með stórkostlega flottan mannuð í prestunum og þeir eru hirðar sinna safnaða og þar liggur þjóðin út allt og þarna liggja lífæðarnar og sem að skipti máli í rauninni hvernig stutt við og varðandi það að tala til fólks, já, biskupinn á auðvitað taka þátt í samfélagsumræðunum. Ég datt í hug til dæmis, já, ef ég vil biskup á alla ég að vera með svona eitthvað svona kannski svipaðan þátt eins og þú sem að geti ekki að segja bara biskupspeð og það ekki góð hugmynd. Örgla, frábært, þú getur prófað hana. Þú ert samt að segja það að mestu áhrif hins góða biskups væru áhrif á prestana því að þannig myndu þau magnast út. Þannig að þetta með að nú ræði biskupinn að þú leggur ekki neina sérstaklega áherslu á það eða? Nú hvað segir svona biskupinn komið með svona sér erindi til þjóðarinnar taki kannski einhver mál sem eru erfið í samfélaginu ég sagði það að taka þátt í samfélagsumræðinni en í rauninni fyrst og fremst að vera stuðningu við prestana. Ég heyrði að Pétur Sigurgeirsson var biskup, hann var alveg sérstakur með þetta að vera í góðum samskiptum við prestana og hafði það sem vinnureglu hvern einasta dag, hvern einasta vinnudag settist hann niður og hringdi 1-3 símtöl í presta bara hvernig hefur það og ekkert og fyrir vikið og heyrir maður marga sem eldri prestur segja að Pétur, hann var alltaf að hringja í mann. Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt einmitt að uppara prestana og hvetja þá til dáða til þess að þeir geti sinnt því hlutverki sínu að boða fagnaðarerindið en ég held líka að jafnvel þeir sem eru ekki í þjóðkirkjunni, fólk sem jafnvel utan þjóðkirkju, að það hafi væntingar til biskupsins, að hann hafi eitthvað til málan að leggja í stórum málunum og í stóra samhenginu og ég held að jafnvel þetta fólk leggi við hlustir þegar biskupið talar og ávarpar til dæmis mál sem brennur á líðandi stund sko. Það held ég líka og ég verð mikið vörð við þetta það er ekki bara kirkjufólk sem hefur áhuga það eru væntingar það eru eitthvað vit í umræðinu það er oftur á umræðinu okkur svo mikið karp og það er svo mikið svona bara vitleysa ég held að sé væntingar að einhverju stígi inn og reyna að tala eitthvað vit en svo má það líka vera sko í hina áttina þegar að til dæmis kom upp erfið og flókin mál í samfélaginu sem biskup þarf að ávarpa þá líka meðalegt að biskup leiti ráða hjá prestum og að það verði umræða og samfélag það og fólk svona ræði saman hvernig best að bregðast við. Þetta ekki bara biskup einn eða einn sem að ákveður nú ætla ég að tala þetta heldur það líka gott að biskup sé með samfélagi kringu sig sem hættir að ráðfæra sig við. Það kemur að erfiðu máli. Auðvitað þarf biskup að hafa bakland og hann þarf líka að hafa hugrekki til að takast á við erfið mál. Kirkjan samfélag breyskra manna og það þarf alltaf að það koma upp erfið mál og það munu koma upp erfið mál og biskup þarf að hafa hugrekki til þess að taka á þeim og reyna að gera það á farsanum hátt. Það þarf ekki fleiri til þess að styðja við málinn sem sáttur það þarf frekar að stíga inn í það sem ágreiningur Akkurat. Ég ætla að pröfa aftur á þér þetta með þjóðina og söfnuðin. Sko ef að presturinn með svona eitthvað verkefni sem sálir okkar einstaklingana að þá kannski biskupur frekar með sál kirkjunnar og svo kannski svona sál samfélagsins að hann eigi að adressa þegar að það einhver svona mein í samfélaginu sem svona á millum okkar frekar heldur en kannski presturinn sem að mætir einstaklingnum í sorg og slíku. Ég að reyna að koma orðum að þessu hvort að biskupi sé ekki með slíkt hlutverk. Að sjálfsögðu og einmitt að tala út í samfélag þessum og gegn
hvers konar misrétti og órétti, auðvitað það hlutverk kirkjunar og varðandi það þá gríðarlega mikilvægt að okkur gefin bara ákveðin dómgreind og mér þykir mjög gott að fá lánaða dómgreind yfirleitt þegar það eitthvað sem að skipti máli og það maður græðir á því að fá að spegla hluti og ekki bara í sínum eigin þægilega speglasal heldur jafnvel speglun frá öðrum frá fólki sem hugsar ólíkt og það hef ég gert alveg miskunnarlaust sko, með ýmsa hluti gegnum tíðina og þannig myndi ég líka vinna sem biskup að vegna þess að þó ég hafi alltaf rétt fyrir mér, ég segi svona, að þá eru sumir sem bara eru skarpar en ég að sjá nýjar fleti og nýjar hluti og það mikilvægt fyrir biskup að sitja ekki í einhverju svona sæti hann var að hlusta líka á þetta bergmál þjóðarinnar, getur við sagt, sem að þó alltaf bara eitthvað lítið þýði sem að hann þarf á endanum þarf hann að mæla eitthvað fram þó hvort sem hann gerir það að þetta spretti bara út úr hausnum á honum eða hvort að þetta sé byggt á samtölum hans við aðra og endanum þarf hann að reyna að leggja eitthvað inn í umræðuna sem akkurat. Og ég hef aldrei byrt skoðun á einhverju sem að ekki mín. Ég hef aldrei lagt fram skoðun sem að ég tala ekki af sannfæringum. Þannig að en hins vegar eru ýmsir fletir á skoðuninni sem mikilvægt að taka með í umræðina og svoleiðis. Það það sem ég á við. En hiklaust og óhikað að í rauninni að tala í ýmsar kringumstæður sem að myndast í þjóðfélagsumræðinni. Ég held að það er alveg gríðarlega mikilvægt að biskup hlusti vel á það sem í gangi á hverjum tíma. Hann þarf að vera mjög vel inni í málefnu líðandi stundar en hann þarf jafnframt að og má alls ekki einangrast. Það held ég sé alveg gríðarlega mikilvægt að biskup sé ekki í neinum fílabeinsturni og hann hafi í raunveru líka svona sé mjög vel svona rótfastur í okkar menningar arfleið þannig að hann geti tala til þjóðarinnar þegar að mikið liggur við og þá þetta að geta flutt í raun verið boðað kristna lífsinn og varpað ljósi á málefni líðandi stundar í ljósi kristina trúar. Biskup þarf að þekkja sinn samtíma, vera hluti af sínum samtíma og vera þáttakandi og hluti af samfélaginu alla daga alltaf og tala út frá því ávallt. Hvernig getur hann annað? Ég meina það alls konar fólk sem í veiku tengslum við sinn samtíma það bara já, það er til já, það er til sko við köllum það bara ákveðna firringur já, við bara rættum þetta bara í umræðu minni samkennd og meiri fjarlægða milli fólks, meiri einmannaleiki ég meina það við sittum hérna oft við þetta borð og erum að ræða kannski frekar það sem að það því að það ekki hægt að eyða löngutími að tala það sem ekki að og þá það stundum að maður heyri það bara í samtala þá fólk bara svona bara þróun heimsmála og einhver svona upplausnar í samfélaginu og slegið yfir því hvað mörgum líður bara illa í samfélaginu og hvort að samfélagið og svona millum okkar sé einhvern veginn trosnað og veikt og hvort að við þurfum bara einhverja endurreisn félagslegra gilda og losna út úr þessari einstaklingshyggju sem algjörlega að drepa allt. Og þarna á kirkja bara mikið erindi. Algjörlega. Þarna höfum við alveg gríðarlega mikið til málun að leggja og höfum. Og kirkjan sé svona akkerið sem einhvern veginn alltaf stendur fyrir sínu og á sínum stað. Alveg sama hvað ólgusjórinn í kring, hvernig hann veltir. Og þetta hlutverk kirkjunar. Það er nákvæmlega þetta. Það er að skapa samfélag, það er að skapa öryggi, boða von og hugrekki til að lifa í raun og veru. Ég myndi segja það. Og margir söfnuðir til dæmis núna eru svolítið mikið að reyna að bjóða upp á, við erum orðið meðvituð einmannaleikan. Það er svo mikið að fólk í okkar samfélagi sem eitt,
sem að ekki bara eitt, heldur manna og vantar einhvern veginn, eitthvað sem gefur lífinu þeirra meira gildi og fá að umgangast fleira fólk og það eru margir söfnuðir sem eru núna svolítið að búa til vina samfélög í kringum sína kirkju og við höfum svolítið verið að því vetur í Gráuskirkju og það að fyllast þetta verkefni. Já, og ég meina þetta náttúrulega bara lýðheilsu og ógn okkar samtíma. Það einmanaleikinn og við eigum að skapa vettvang sem getur verið fólki skjól, sem getur verið fólki uppsprettu lind til næringar í lífi sínu og sem stóð þegar að móti blæs. Var ekki Bretar sem að stofnuðu, það var ráðuneyti einmanleika eða ráðherra einmanleika? Vegna þess að þetta ógn við líf og heilsu. Ég held að vera í Svíþjóð þegar ég bjóða fyrir 15 árum, þá voru hátt í 40% heimila, það var manneski heimili. Það reyndar ekki að vera slemt að vera ein heimili, sannarlega ekki. En við höfum þarna alveg gríðarlega miklu hlutverki að gegna og við erum í líki hlutverki til þess að taka þátt í að rjúfa einangur fólks og ég held að það verður kirkjan að gera. Þar getur hún látið muna sig. Og kannski það ástæða fyrir því að fólk finnur eitthvað svona galdur í safnaðarstarfinu, ekki? Við boðum persónulega Guð sem að horfir á okkur hvert og eitt sem persónur en samt ekki, kallar ekki á einstaklingshyggju, heldur samfélag. Og það er rauninni erindi kirkjunar og ég heyri nákvæmlega þetta sem þú tala að fólk að kalla eftir því að þessari meiri samfélagskennd. Faðmur Krists hefur alltaf verið opinn og kirkjunar. Nú það okkar hlutverk að minna á að við séum hana. Að Jesús í gær og í dag sami aldir eins og segir. Það okkar hlutverk. Mæta samfélaginu með hans kærleika og kærleika í verki, ekki bara í orði. Og að boða þessa von sem að, ég held að geti verið nánast lífshættulegt að missa von. Ég held að sé fátt hættulegra en að missa vonin. Það fátt dapurlegra heldur en að hitta mannesku sem hefur mist vonina. Þá áttar maður sig á því að það eiginlega vonin sem að gera okkur að mannesku. Nákvæmlega. Það svo sorglegt og þar hefur trúin og kirkjan, hún hefur svo mikið að bjóða. Ekki sagt án vonar getur enginn maður lifað. Já. Ok, en þetta það sem að þið ættuðu að boða og vilja boða. En það kom fram áðan að eitt af því sem að fólk lýsir sorg sinni yfir að það fréttir sem að við fáum að kirkjunni eru bara leiðindi í mannahaldi og bara eiginlega enga góða fréttir í kirkjunni. Og það lokar það mögulegu kirkjunnar að ná til fólks. Já, við höfum náttúrulega verið að takast á við erfið mál. Við höfum verið að því og það hefur verið við höfum verið að taka á ofbeldi, einelti, kynferðisofbeldi og annað innan kirkjunnar eins og allstaðar í samfélaginu og það náttúrulega svolítið þannig að þegar gerist innan kirkjunnar þá það mjög mikið fréttaefni að við eigum náttúrulega að vera góð og við eigum ekki að vera beita ofbeldi, við eigum að vera almennileg. Þannig að það fréttir að enginn fellur til jarðar. Það svolítið það algjörlega og fólki finnst það áhugavert að heyra breysleika innan kirkjunnar, eðlilega. En ég held að við séum við erum komin þó nokkuð á veg. Það komnar góðir ferlar og góðar leiðir til þess að takast á við þetta, en það hefur ekki alltaf gengið nógu vel. Og við höfum verið að fóta okkur í þessu, og þetta eitthvað sem að biskup Íslands sem að tekur við þarf að halda áfram að mikilli festu og nærgætni. Og við náttúrulega þurfum okkur finnst öllum hér við þetta borð alveg sjálfsagt að kirkjan sé staður þar sem að ofbeldi eða einelti á ekki að líðast. Okkur finnst það svo sjálfsagt að það ætti eiginlega bara ekki að þurfa að tala um það. Og ég held að sé raun og veru sýni einmitt svo mikla væntinga til kirkjunar að fólki, almenningi finnst það líka geta gert þessa kröfu. Og það finnst mér heilbrigt og það finnst mér bara sýna að fólk finnst að kirkjan eigi að vera svona staður og það er eðlilegt að í raun og veru svona MeToo-byltingin hafi byrjað í kirkjunni. Þannig að ég held að við getum verið alls saman þetta er algjörlega nauðsynlegt og mikilvægt og við erum að fóta okkur í því að það sé tekið af fagmennsku á þessum málum
og en þetta eru sásökufull mál. Og þetta nauðsynlegt allstaðar í samfélaginu, íþróttafélögin og hvað það nú sko. En svo þú nefndir þá einhvern veginn bara meiri áhugi fyrir neikvæðum fréttum í jákvæðum. Til dæmis þegar var ráðin... Það sömuleyti, þú getur bara farið í bókasafnið og lesið, þú getur lesið Shakespeare og svona þetta, það engar... Hefur alltaf verið þannig, ég meina... Það sögur jólin sem að berast víðar litla stúlkan Elspítu, sem fór ekki vel, Akkurat, og ég meina þegar við réðum nýja prest hjá okkur á Guðnamá á sínum tíma, þá fekk ég símtal frá blaðamann og hann segir þetta sér að Guðmund fyrrverandi prestur í Lindakirkju og ég segi, þú ert að segja mig fréttir og þá var hann eiginlega bara svona fisk eftir því hvort ég hef ekki verið rekin og verið búið að ráða nýjan og ég segi, nei, Guðni Már er komið til okkur endurlega segðu frá því, ég held ég verið með eitthvað skúpi í höndan og við þurfum að þola erfiða fréttir og taka á því og það er bara þannig í fjölskyldum þá komum upp vandamál og þá þarf að taka á því og tala það opið og bara alveg sjálfsagt en það er eins og það mikilvægt að, og það er enginn að fara að gera það fyrir þjóðkirkjuna að miðla sinni narratífu og narratífan er þessi, það er verið að vinna stórkostlegt og flott starf allt landið auðvitað við á pottubrotin en við þurfum að segja frá því að hérna er kirkjan fyrir þig og fyrir ykkur og það líka kannski fólk sem vinnur með fólk prestar til dæmis og djáknar við erum mjög berskjölduð á mörgu leyti og einhvern veginn ef að eitthvað gengur ekki nógu vel þá í dag er til dæmis mjög algeng hótun ég fer það bara með þetta í fjölmiðla og það er svona hótun sem að fólk veit að getur virkað að hræða kirkjuna þannig að ef þið gerir ekki eins og ég vil að fer með þetta í fjölmiðla og stundum bara gerist það þannig að við þurfum að vera alveg ofboðslega meðvituð þetta að við erum alltaf undir smásjá, við erum alltaf einhvern veginn við þurfum bara að gæta okkar að vera manneskjur það er eiginlega það sem við þurfum að gera og við þurfum auðvitað líka að efla fagmennsku okkar og gera vel það sem við gerum og við þurfum sjálf að segja góðu fréttirnar það er nefnilega það, við þurfum sjálf að segja það segir það enginn fyrir okkur en svo er spurning hvort fjölmiðlar hafi áhuga á þeim við erum bara búið til áhuga það er eitthvað ef maður er góður af því maður er undir smásjá þetta er ekki alveg Nei, en en við erum það, við eigum náttúrulega alltaf að vera almennlega manneskjur, en við þurfum samt að vera meðvituð þetta að það er alltaf einhvern veginn, í dag þá er hver einasta manneskja fjölmiðill, þannig að það sem að þú gerir og segir getur einhvern veginn birst allstaðar. Milliræðlaust samband eitthvað seinstaklís við alheiminn. Já, og þannig var það ekki fyrir bara 10-15 árum. Ok, en ef við tölum þessi erfiðu mál kirkjunar sem eru ofbeldi og annað slíkt, að þá náttúrulega við vorum að tala áðan að það verður meiri fréttur það þegar engill fellur. Eitthvað leyti var þetta byggt upp á svona, kirkjan byggði sig upp eins og hún var í heilustofnun og það inn í því umhverfi var náttúrulega hryllilegi glæpir framdir og það var skjól í því. Því miður. Ein leiðin var sú að bara losna við öll vondu eplin að þá er þetta allt gott en líklega gerist það ekki þannig því að öll mannanna samfélög eru lituð á því að maðurinn er breyskur og við getum ekki treyst því að þótt að við eyðum öllu út að þá getum við aftur farið þangað. Er lausnin sú að kirkjan komi út úr þessu einhvern veginn sem svona, mannlegri og viðurkenni frekar veikleika sína og breysleika eða er það möguleikin að við hreinsum þetta allt saman út og náum aftur því að verða, hvernig sjáum þetta fyrir? Ég held við þurfum bara að ganga í okkur og við þurfum líka auðvitað viðurkenna það að þau sem að starfa á vettvangi kirkjunar eru auðvitað breyst fólk eins og allt fólk en við eigum ekki að líða það að menn brjóti af sér eða beiti aðra yfirgangi eða ofbeldi að komi illa fram. Ég meina við verðum auðvitað að taka á því. En ég held líka kannski, það er nú einu sinni þannig að við þurfum náttúrulega bara að horfast í augu við það að kirkjan var í mjög sterkri stöðu og hún naut mikillar virðingar og hún var valdastofnun og þegar að menn starfa á vettvangi valdastofnunar og eru í valdastöðu þá er hætt á því að menn misnoti völd sín og þess vegna þurfum við einhvern veginn að vera
meðvituð það að það alltaf hætt á ferðum og menn sem að beita ofbeldi, þeir hafa líka tilhneigingu til þess að hreiðra sig þar sem að þeir geta misnota vald sitt. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að kirkjan sé ekki valdastofnun lengur. Nei. Og við getum ekki, við erum ekki skjóli neins valds og ég held að það er raun og veru það er að versta sem getur komið fyrir kirkju, það er að vera valdastofnun. Það er ekki raunverulega kirkja og það sem hefur gerst á undanförnum árum og kannski sérstaklega svona frá hruni er að fólk ber ekkert lengur virðingu fyrir einhverjum bara vegna þess að viðkomandi hefur vald. Heldur ber fólk virðingu fyrir einhverjum vegna þess að viðkomandi hefur unnið sér inn fyrir því. Mikið, og það er kirkjan líka. Ég sé ánægð með þá þróun. Já, akkurat. Og við ættum að vera það líka. Það var eitt af því sem það var eiginlega benda á. Akkurat, en málið er að þetta vandamál verða aldrei upprætt með því að útiloka fólk og eins og svo við tökum sem dæmi einmitt með illgresi sem að Jesús talaði sem að við skulum aðeins leyfa því að koma upp og sjá hvað og þannig að við eyðileggjum mikið uppskeruna og þannig að við eigum öll okkar tilverurétt að líka þau sem að hafa gerst brotleg og það þarf að mæta þeim með kærleika líka. Hins vegar ég hef svona haft til og hann hafði svo rétt fyrir sér að séra Franklin Halldórsson sagði við mig þegar ég var hérna með æskulistarfi í Neskirkju og hann sagði ekki fagna og mikið ef þú leysir eitthvað vandamál, það kemur bara annað á morgun af því þau eru alltaf til staðar og við verðum bara að taka þau í fangið og vinna með þau en ekki ætlast til þess að heimurinn verið fullkominn og lögðu að búið að leysa eitt vandamál. Akkurat og við getum ekki útiloka fólk þó að það beiti ofbeldi, ég er alveg fullkomlega sammála því. Aftur á móti þurfum við að hjálpa fólki sem beitir ofbeldi, hjálpa því að vinna úr því og þess áttar, en aftur á móti þá er kannski ekki eðlilegt að manneskja sem beitir ofbeldi sé með mjög stórt svið. Meðan hún er að vinna úr því í það minnsta. Og við þurfum líka að standa vörð þólendurna og styðja þá. Númer 1. Sem að eru hafa verið beitt ofbeldi. Og það að ætlast til að ofbeldismanneskja og ofbeldis þau sem þólandinn mætist og ná einhverjum sáttum, það virkar ekki þannig. Virkar ekki svoleiðis. Það gerist ekki fyrir en eftir mjög mikla vinnu, mjög mörg ár, mjög langan tíma ef það einu sinni er í boði. Það hefur verið umræða tengt þessum málum svona að sé dómharka í samfélaginu og svo er einmitt svo fyrirgefning og alls konar svona sem að eru eiginlega svona kristin hugtök sem er í þessu. Því að sumuleyti að því vorum við svo mikið að tala söfnuð, það við bara förum eitthvað langt aftur í tíman að þá satt fólk á bekkjunum sem að var í alls konar erjum, jafnvel sauði sem að var nú verið heilagt mál í slíku, þannig að einhver leyti þarf kirkja líka að séu allir, þessi rúm fyrir alla. Já, og Jesús segir að við eigum að fyrirgefa 77 sinnum, við eigum alltaf að vera tilbúin að fyrirgefa, en ég er þá alveg samfærum það að það eru ákveðin hluti sem við getum ekki fyrirgefið og það er bara ekki á okkar valdi og sumar hluti er aðeins Guðs sem getur fyrirgefið en aftur á móti þá held ég að skipti öllu máli fyrir okkar bara andlegu heilsu að þó að við fyrirgefum ekki að við getum náð einhvers konar sátt við það sem gerðist og svona manneskjan sem gerð okkur það hún hefur ekki áhrif á líf okkar lengur vegna þess að þá öðlust við miklu meiri sálarró. Guð leiðir fyrirgefninguna fram. Það er þannig sem það gerist og ég er alveg sammála. Þetta er fyrirgefningar hugtakið er flókið og erfitt en það getur verið ákvörðun einmitt að fyrirgefa á þann hátt eins og Guðrún var að nefna að við leifum ekki þeim sem braut á okkur að hafa vald yfir okkur lengur og þannig minnkum við skaðan af því sem að hendi.
kúa okkur með fyrirgefningunni. Ég held að ég Martin Luther sem sagði það að fagnar þetta að vera í samviskunni en við veitum ekki að ráða það sem lögreglustjóra. Nákvæmlega. Þetta ber svo gott vitni mannlegan breyskleika að fyrirgefningunni hefur jafnvel verið beitt sem svipu á fólk. Að þú átt að fyrirgefa. Ég lenti einu sinni í þeirri aðstöðu að þú veist það var bara ákveðið mál sem ég var mjög ósáttur við og viðkomandi sagði, getur þú fyrirgefum? Og ég segi, ég bara ekki á þeim stað ennþá. Ég sagði ekki Jesús að þú ættir að fyrirgefa og ég segi, ég bara ekki Jesús. Og fyrirgefning þarf að koma frá hjartanu. Og það hægt að fyrirgefa ótrúlegustu hluti en það verður að gerast með sátt og ef einhver brýtur á fólki þá hefur við til þess lög þú ert að taka út þína refsingu fyrir það að hafa brotið og það eins með það getur verið líka erfitt samtal eða hvað sem en fyrirgefningi verður að spretta frá hjartan þú ert að finna fyrir því að þú sért tilbúin í sáttana. Fyrirgefningi getur tekið alveg gríðalan tíma og þetta er ferli að fyrirgefa og fyrirgefningin er ekki það að segja það sem að var gert á minn hlut var í lagi eða það var léttvægt eða það skiptir ekki máli. Heldur þetta að ég sleppi því og ég læta ekki að hafa áhrif og stjórna lengur lífi mínu. Það er líka og það sem skiptir líka og það sem skiptir líka máli í þessu það er staða okkar. Valdastaða. Já, að til dæmis manneskja sem er í valdastöðu gagnvart annarri getur ekki ætlast til fyrirgefningar frá þeirri sem er undir. Það virkar ekki svoleiðis. Svo er trikk sem að segja ég vona að þér auðnist að þiggja þá fyrirgefningu sem að þér hefur löngum staðið til boða. Þú getur ekki fengið hana frá mér því að ég er ekki komin hingað til þess að dæma. Þú er þetta að vera prestur. Það verða allir prestur. Þetta prestur er ekki skýrður Gunnar. Þegar það koma svona margir saman þá verða allir prestar. En ég heyri, byrjuðu. Ég var bara velt á vöngum í sambandi við þú varst að nefna áðan dómharkuna og ég held einmitt að dómharkan hún er auðvitað Mér finnst það rosa erfið stundum. Það var rosa erfið með hana. Já, ég tek undir það og ég held að við getum orðið dómhörð þegar við væntum engrar miskunnar. Ég held að ef við getum ekki sýnt ef við væntum ekki miskunnar þá er náttúrulega svo auðvelt að fara í dómharkuna. Þá er náttúrulega ef við höfum á tilfinningu að dómharka fari vaxandi þá er það náttúrulega merkjum ákveð mein í samfélaginu. Já, náttúrulega merkjum ákveðna vanlíðan. Dómharka er alltaf byggð á vanlíðan. Manneskja sem er sátt í sínu skinni og með svona þokkalega lífshamingju er ekki dómharða samanskapi. Og það er náttúrulega biturðin líka svo mikil og biturð, að burðast með biturð í gegnum lífi það er held ég eitt að erfiðasta sem manneskja burðast með og ef að þú átt erfitt með fyrirgefningu eða erfitt með að finna sátt þá er svo mikil hætta á að biturðin setjist á þig og þú burðist með hana hún verður kingbógin og hún er bara svo eitur. Já, en hún leggst líka ólíkt á bara hópa og fólk að sá sem að hefur enga rödd og engin hlustar og engin sér og það náttúrulega eðlilegt að hann fyllist bitur því að hann fær ekki aðgengi inn í samfélagi. Og það hafa ekki allir sömu möguleika á að vinna úr hlutum og bara sömu tækifæri til þess eða En við eigum sem kirkja einmitt að ljá þeim sem eru jaðarsett eða hafa ekki rödd, við eigum að ljá því fólki rödd og það er þetta svo kallað talsmannshlutverk kirkjunar að við eigum að tala fyrir hönd þeirra sem ekki hafa tækifæri til að láta í sér heyra og við eigum að hafa augun hjá okkur hvað hópur er þetta í samfélaginu sem þarfnast þess að við séum talsmenn þeirra. Og þarna kemur þagnarskyldan mjög sterkt inn. Það verður að vera einhver sem getur hlustað allt. Og þetta fólk á að komast inn í söfnuðina. Já. Það er ekki yfir dýrunum engan biturleika hér, það er ekki svoleiðis. Það er allir velkomnir. Já, en við erum það líka í raun og veru, við megum heldur ekki þagganir í fólki sem er biturt. Vegna þess að biturðin er í raun og veru ákveðin birtingamynd á ránglæti eða mótlæti sem fólk hefur orðið fyrir
og með því að vera að gera lítið úr biturðinni, þá erum við að gera lítið í raun og veru úr lífsreynslu og mótlæti og þjáningu þeirra sem eru bitri. En við þurfum kannski að styðja þetta fólk í því að vinna úr lífsreynslu sinni á uppbyggilegan hátt. Þannig að það sitja ekki uppi með biturðina vegna þess að það leiðist öllum fólk sem er biturt. Við höfum öll heyrt talað með æjan svo bitur og leðilegur og þá erum við virkilega að tala einmitt niður til fólks með því að segja það. Já, algjörlega og sína í raun og veru lífsreynslu þeirra og kannski sorgum og mótlæti ákveðna vanlíðan. Akkurat, það er ástæða fyrir. Það er ástæða fyrir öll. Fólk er einhvern veginn út af einhverju. Akkurat. Þú ert enga rétt á því að allir sem þú talir við séu lausir við bitur. Nei, svo sannlega. En samt sem áður er það þannig að ég held að við prestar og margir þekkjum sögu það hvernig þegar fólk mætir kærleika Krists að það græðir þau sálarmein eins og önnur biturðina og það í rauninni við höfum þennan góða mikilvæga boðskap að boða og inn í biturðina líka að sjálfsögðu. Og þannig getur Kristur hjálpa okkur að rísa upp frá öllu, líka biturð. Mér heyrið svona að einhver leiti eru þið að boða það að biskup eigi að vera, ef þetta verið pólitík, þá myndum við að segja svona alþýðlegri, að verið svona sé svolítið svona vegrík á kubli hans, það sem hann lappar á milli. Það held ég að væri ástæða til. Og það held ég að sé bara eðlileg þróun. Það er þróun á breyttu samfélagi og það er líka þróun á breyttri stöðu kirkjunar. Þess að kirkjan er á allt öðrum stað í dag og það er eitthvað sem biskup þarf að vera meðvitaður eða meðvituð og taka alvarlega núna. Hefur þú tilfinningu að þetta séu breytingatími? Ég hugsa það, ég kann sjálfur ekkert annað en að vera byrnur á gólfinu og bara líður afskaplega vel í breiðoltinu og bara mér finnst mikilvægt að vera bara í mannlegu samfélagi og hef ekki hugsað að þannig að verði þessi breyting á minni stöðu að það verði neinn breyting á með það. Er þið ósamlega með eitthvað? Öruglega, en við erum sammála mjög margt saman. Já, svona grundvallaratriðin held ég við séum svona mörg þeir allavega. Og ég held en það sem skiptir máli. Og það var óskaplega vænt. Já, við erum góði félagar, það skiptir máli. Við erum náttúrulega allar saman aldrei, við erum öll svona vorum með svipaleiti í námi þannig við þekkjumst öll. Já. Og ég held að við viljum öll vega kirkjunnar sem mest. Þannig að þeir eru eins og Vigdís sagði, þeir eru meðframbjóðendur, ekki mótframbjóðendur. Við erum við gætum okkur að því held ég að vera góðu hvort annað. Þó við séum alltaf ekki að kosta okkur. Það skiptir máli. Eða við tókum tilnefningu. Það er rétt, við tókum tilnefningu. Er þetta góð reynsla að vera í biskupskirkju? Já, hún er svona. Þetta er svolítið nýtt, þetta er alveg nýr heimur að vera stöðugt að tala um kirkjuna og vera að tala um trú, það er alveg meira. En svo er fólk alltaf stöðugt að tala um ykkur býst við. Það hefur oft verið talað þannig um presskostningar, það geti orðið afhagalegar. Ég verð ekki eins, maður tekur ekki eins eftir því kannski. Nei, við hefum ekki tíma til þess. Svo ég segi bara, í þessu tilnefningaferli var ég alveg svakalega peppaður í það og svona fannst svona í rauninni erindi mitt vaksa frekar í samtölu við presta og annars og leiðis en þegar þetta komið ljós þá allt í einu lendi ég í því að verða pínu lítill í mér og hitti ágæta vinn minn og svona fór að ræða þetta við hann og hann sagði mig, heyrðu þarna er bara þinn eigin einræðisherra að píska það áfram og segja þú verður að vera fullkominn, þú verður að vera fullkominn og hann sagði, en ég ætla bara að segja þér eitthvað minn, þú ert ekki fullkominn og hugsaður, nú verður fengið þetta tækifæri, þér gefið þetta tækifæri af þínum samþjónum í kirkjunni að fara fram og leggja þig fram sem persónu og þín stefnumál og þú hefur bara eitt verkefni, það er að hafa gaman að þessu og þetta er búið að vera einstaklega hingja til bara nærandi og skemmtilegt ferðalag. Það eru mikið að hafa gaman að þessu, kirkjan á líka að vera skemmtileg. Það á líka að vera gaman í kirkjunni og þetta er náttúrulega einstaklega tækifæri til að tala um kirkjuna og til að tala um trú og til að tala um einhvern veginn það sem skiptir máli en ég sé þetta svolítið þannig við erum bara fólk að tala um fólk.
einfalt. En þetta er náttúrulega ekki langur tími liðin, þetta er ekki nema sko 2 vikur síðan þetta kom í ljós og hérna við erum náttúrulega verið á þeis, við erum búin að fara hringir í kringu landið. Það er ekki búin með þið eftir að fara norður en við erum búin nú þegar að fara hringin í kringu landið og eigum eftir að fara víðar, vestur á firði og Norðurland og þannig að við erum á svona, mér líður svona eins og ég sé sko á hérna einhverju heiði að fara í smalamennskur og ég sé búin að bara berja í klárin þannig að hann sé bara á skeiði inn að leitamótum sko. Þannig að þetta er stuð. Þetta er stuð. Það verður kosið 11. til 16. apríl ef ég þekki það rétt og ef að einhver fær meiri hluta þá verður viðkomandi biskup, ef ekki þá verður aftur kosið á milli tveggja efstu. Rétt. Herðu, Elínborg, Guðrún og Guðmundur, ég bara ásaka góðs gengis. Takk fyrir. Takk fyrir að koma hingað og taka þátt í þessu umræðu. Takk fyrir það.